daginn, verið velkomin í helgispjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, Jósep Blöndal, læknir. Ég hef fengið hann áður að borðinu og núna síðast man ég, fyrir jólin þá eiginlega bað ég að koma inn í svolítið svona hita umræðu heilbrigðiskerfið og einkavæðinguna og við höfum nú það stuttan tíma að við áttum eiginlega eftir að afgreiða alveg einkavæðingar dæmið. Spurning hvað við getum gert í dag, en að því að við ætlum líka að tala svona þitt líf og þína persónu og þína auðvitað læknastörf. Þú ert náttúrulega þjóðþekktur brautryðjandi í læknavísindum á Íslandi, í lækningum. Það verður bara að segjast eins og er og sumir segja líka heimsþekktur á þínu sviði svona. Já. en getur þú svona, ef þú ættir að segja, getur komið einhverja lýsingu á þínu lífi svona bara í heild sem við getum gengið út frá í byrjun, eða er það ómögulegt? Sko, eitt af mínum uppáhaldsorðum í íslenskri tungu er orðið rælni og ég hef gert allan anskotan af rælni. Þannig að það er eiginlega það sem einkennir minn feril eiginlega, allavega frá því að ég fer í læknisfræði á rælni. Og rælni þá, fyrir þá sem ekki þekkja það orð, þá er það svona af tilviljun eða af einhverju sérstakri ástæðu? Já, eiginlega óskipulað bara, þá er ég að fara bara eftir einhverju tilfinningu, sko. Þú ert með svona svolítið, þú ert með svona tilfinningu fyrir einhverju, svona, hvað þú ert náttúrulega listamaður líka, tónlistamaður og spilaðir á píanó í Sjallanum, er það ekki? Nei, ég var barpíanist á Hótel Kea. Já, Hótel Kea, fyrir Já. Ég fór út í það bara á rælni, sko. Já. Það vantaði píanista, sá sem var á undan mér, hann drakk of mikið, sko. Ég drakk í hófi. Allavega þá. En hann var eiginlega borinn út, sko, og þá vantaði píanista og ég var spurður hvort þá var Haukur Heiðar með hljómsveit á Kea þetta leyti, það hafði verið allavega læknir og undirleikari Ómars Ragnarssonar. Já. Og ég held að hann hafi bent á mig, sko, og ég var spurð, ég ætli það ekki. Og ég hafði aldrei verið barpíanisti, en svo var en þú ert ekki beint, sko, þú lýsir í svolítið eins og það hafi verið svona svolítið eins og kærulaus, en þetta er ekki kærulaus, þetta er svona eitthvað svona traust bara á framvindu lífsins, eða? Ég hef nú í seinni tíð kallað þetta bara búddisma, sko. Að sko svona eitt kjarninn í búddismanum er að maður á ekki verið að reyna að þvinga hlutina til að gerast, maður á bara að leyfa þeim að gerast. Og þannig hefur eiginlega líf mitt verið, sko, mjög mikið. Ég leyfi hlutunum bara að gerast. Og er það kannski líka svolítið í þinni læknisfræði? Já, sko, það var bandarískur hafnaboltamaður sem heit Yogi Berra og hann var frægur fyrir, sko, að það kom allt öfugt út úr honum sem hann sagði, sko. Ein setningi sem hann er frægur fyrir er þessi: If you come to a fork in the road, take it. Fork, er það gaffall? Nei, það er tvískipt gatnamót. Já. Ef þú kemur að tvískiptum gatnamótum, þá ferðu þau. Og mér er alltaf þótt að væntu þessa setningu, að því að þetta svona, sko, og í vissum greinum læknisfræðinnar þá er rosalega mikilvægt að maður geti eiginlega, sko, að maður sé ekki fastur í einhverjum kreddum. Á bandarísku sálfræðingur sem heit Leon Festinger og hann hefur skrifaði mikið sko, það sem að kalla cognitive dissonance. Það er að segja, sko, að menn eru fastir í einhverjum einum hugsunarhætti og losna ekki, sko. Og það er það sem við sjáum á svo mörgu í dag. Og það er kannski þá bæði á sjúklingarnir og læknarnir þá? Jafnvel, sko. Já. Og það er mýmörg dæmi þetta í læknisfræðinni, sko, eins og sko,
kenningin óhollustu fitu, harðra fitu, hún byggir ekki á neinu. Nema fullyrðingum Ansel Keys frá 1960 og þetta var kall sem var sko, í fyrsta lagi þá var hann óheflaður ruddi og hann sko fekk þessa flug í höfuð að fólk væri að fá sko hjartaáföll vegna þetta sko það leyti sem Eisenhower fær hjartaáfall. Þannig að það er mjög mikil umræða þetta í bandarísku samfélagi og Ansel Keys sko, hann kemur hérna með kenningu að sko kólesteról valdi hjartasjúkdómum og við fáum hátt kólesteról af því að borða harða fitu. Og hann sko birtir þessu til stuðnings ég held hún sé kallið 7 landa rannsóknin þar sem að sést svona visst samhengi þarna á milli. Svo kemur bara í ljós að það sem hann hafði verið að gera það sem er kallað cherry picking. Það er að segja hann valdi úr, sko löndin voru 23, en hann valdi 7. Og síðan hann sko eins og bara jarðýta með þessa kenninga sína sko. Og honum tekst að komast inn í American Heart Association sem að voru sko kostuð af Procter & Gamble, lyfjafyrirtækinu. Sem segir nú sína sögu sko. Og hann hefur geysilega áhrif á sko alla leiðbeiningar í sambandi við mataræði og eiginlega sko ýtir af offorsi til hliðar öllum þeim sem eru með einhverjar aðrar hugmyndir. Það eru gerað 3 stóra rannsóknir á þessu, meðal annars sko ein sem hann átti þátt í að koma á stað til að staðfesta þetta sé rétt og enginn þeirra gerir það. Og ein rannsóknin sko, The Minnesota Heart Study, hún var ekki birt fyrir 16 árum seinna. Og einn af þeim sem hefur verið að skrifa þessi mál, Gary Taubes, hann fór og tók viðtal við þann sem var skrifaður fyrir rannsókninni. Og hann spurði hann, af hverju biðið með að birta rannsóknina í 16 ár? Okkur líkaði ekki niðurstöðunar, var sagður. Hugsaðu þér, sko. Og svona í raun og veru sko og þarna verður til þessi sko þetta dogma, þessi kreddu hugsunarháttur og ef þú lest leiðbeiningar landlæknis sem er nýbúið að gefa út það er ennþá þar. Er það? Já. Og mjólkursamsala náttúrulega og svo komið líka von í þetta komið sko ekki borða rautt kjöt. Já. Hvaðan kemur það? Það kemur frá 7. dags aðventistum. Ellen G. White stofnaði 7. dags aðventista trúfélagið 1860 eitthvað svoleiðis sko. Og hún var haldin þeirri ónáttúru að það leiði yfir hann alltaf öðru hvoru og þá talaði Guð við hana. Og hann sagði henni meðal annars þetta sko að ef að fólk væri að borða rautt kjöt að þá gæti það sko auki hjá þeim girndina. Já. Og hún notar nú reyndar ekki orðið masturbation, það var ekki tísku þá, heldur talar sko self-abuse. Já. Að ef ungi menn sé að borða rautt kjöt þá farið þeir út í self-abuse. Hennar lærlingur númer 1 hér John Harvey Kellogg. Og það það Kellogg's Það Cornflakes kallinn sko. Já. Þannig að og þar vitum við í allavega að því allir súpermarkaðir eru fullir af Kellogg's. Já og eiginlega verður sko fyrsti skólinn í næringafræði verður til hann í Loma Linda eða í man ekki hvað hét það kemur á eftir staðurinn þess að þau bjuggu að þar fyrsti skólinn í næringafræði vegna þess að það þurfti náttúrulega að kenna konunum að elda þannig að kallarnir væri ekki alltaf að éta rautt kjöt sko. Já til að auka ekki girndina en þetta af trúarlegum sko ástæðum einhver fer í fellur í trans eða þannig en síðan það þá lyfjafyrirtækin eða Kellogg's eða einhverju sem eru milligöngumenn
og selja þetta. Þannig að þetta er líka bara spurningum, þetta er svona blanda af einhverjum trúarhugmyndum og kapitalisma. Já, sem í grunninn þá af þessum næringafræðilegu hugmyndum okkar. Ekki kannski, er ekki einhverjar næringafræðikenningar svona af öðrum toga? Hellingur. Já. Og það er búið að skrifa, sko, og það merkilega í því sambandi er að þeir sem fara að taka þessa kenningar í gegn og sýna fram á hvað það eru raun og veru vittlausar. Það er ekki læknar, það er ekki næringafræðingar, það eru rannsóknarblaðamenn. Eins og Nina Tajolls, Gary Taubes og svo eru 2 Ástralir sem hafa verið að skrifa heilmikið þetta líka og það stendur ekki steinn yfir steini. Og við erum ennþá að geta þetta og svo er líka sagt ekki borða harðafitu, borði jurtaolíur. Hvor anskotin er það? Stendur bóndinn út á túni og kreistir olíu úr jurtunum. Þessar olíur eru meðal mest unnu matvara sem til eru. Það er örfáan eins og ólífuolía, makadamaolía, kókosolía. Það ég held að séu 5 tegundir olíu sem eru alvöru. Hitt er allt bara tilbúið og þetta byrjar allt með held ég Procter & Gamble þarna upp á 1900 að því að þessar oljur, þetta voru smurolíur áður. Fyrir vélar bara. Já, og væntanlega hafa þeir notað þetta líka eins og við gerðum með lýsi og við notum það í lampa. Já. Og svo náttúrulega þegar upp úr 1850 þá er olía farin að flæða út allt og þá hefur þetta ekkert gildi lengur Þannig að þá fara Procter & Gamble að velta fyrir sér getum við ekki bara látið fólki éta þetta? Og þá verður til Crisco. Það er fyrsta olían. Ég man ekki eftir því. Crisco? Já, hún kemur 1916. Var hún til sölu hérna á Íslandi? Ábyggilega í gamla daga Já. Og já, og síðan hefur þetta, þegar maður fyrir að lesa þetta og ég skal alveg játa það, að við læknar við lærum ekkert næringafræði, 0, og ég held að sé ennþá þannig. Ég kynntist hins vegar Elísabetu Reynisdóttur, Betu, og hún eiginlega kom mér á bragði með það að fara að lesa þetta, því að ég sagði einhvern tíma við hana, Elísabet mín, það eru 2 fræðigreinar í háskólanum þar sem það getur náð miklum frama á þess að hafa nokkuð tíma rétt fyrir sér. Önnur er hagfræði og hinn er næringafræði. Og þetta er bara þannig, þetta er alveg rétt Já. En hún kom mér á bragðið með að lesa þetta og nú er ég með heilan bókaskáp af bókum næringafræði Já, ég skil. Þannig að og þetta er algjör helvíts endaleysa Og það er alltaf, maðurinn er eina dýrategundin sem þarf að láta segja sig hvað hann á að éta. Öll önnur dýr, ég og kött, hún velur úr það sem henni finnst henda sér best. Og ég veit ekkert hvaða mekanismar er á bakvið það hjá henni. Stundum lætur hún einn allin algjörlega að vera og ég tur upp úr öðrum, og svo framvegis. En hvað er það sem að þú velur ef að þú ert eins og köttur eða þannig? Þegar ég er eftir að vera búin að lesa allar þessar bókmenntir og ég er búin að lesa helling, þá er niðurstaða mín þessi. Við höfum að borða það sem er í kringum okkur. Það er það sem veiðmenn og safnarar gera og hafa gert í 2 milljónir ára og það er frískasta fólk í heimi. Masai mennirnir, Kung San fólkið í Kalahari eðimörkinni, Hatse ættbálkurinn og svo fullt af ættbálkum í Suður-Ameríku og víðar þar sem að fólk er veiðimenn og safnarar, þeir náttúrulega borða það sem er í kringum þá. En er það hugmyndið svo þá er það þannig að það er ekkert absolutt hvað á að borða? Nei. Er það virkilega relatíft við hvar þú býrð En er það þá líka tengist að því að það sé ekki rotvarnarefna því að það þurfi ekki að flytja það? Tengist það líka því að þú ert einhvern veginn þáttakandi í því að færa fæðinu heim eða getur ekki ýmislegt tengst þeirri niðurstöðu eða svona? Númer 1 er að maður viti hvað maður er að borða. Þegar ég er búin að vera mikið í Bandaríkjunum alveg síðan 1998 hefur verið þar mikið á ráðstefnu og fengið að vera hjá
hjá hérna mönnum sem vita á kunna meir en ég sko til að læra þeim. Og þegar við höfum farið út að borða þá hef ég stundum sagt við þá þegar þeir segja hver er eiginlega munurinn á fæðuval ykkar Íslendinga og svo okkar Bandaríkjamanna. Þá segi ég veit alltaf hvað ég er að borða. Alltaf. Þið vitið það aldrei. Og það er bara kjarni málsins. Sko. En það heitir sko The Standard American Diet er skammarstafaður SAD. Og er bara versti matseðil í heimi. Sko. En sko, vill nú samt, lætur það ekki fylgja söguna að við gætum vitað, en við vitum það samt yfirleitt ekki vegna þess að við náttúrulega hefum tekið upp eftir Bandaríkjunum. Við erum alltaf í hverri sjoppu eru bara hamborgar og við vitum ekki hvaðan kjötið kemur. Við erum alltaf að herma eftir Bandaríkjunum, því miður, sko. En í Stykkishólmi, þú býrð í Stykkishólmi? Já. Og hvað borðar þú? Ég man nú eftir að hafa verið í Stykkishólmi og ekki geta keypt fisk sem er veiddur á staðnum. Ég man nú eftir þeim sorglegu tíðindum. Ég hef aldrei keypt fisk í búð. Ég bjó á Patreksfirði í 6 ár og þá labbaði maður niður á bryggju sko, eins og ég fæddur á uppalinn á Siglufirði sko, þannig ég hafði svolítið áhuga á þessum bátum sem voru að koma og fara og þá var kallað sko, heyrðu hvað, hvernig er í kistunni hjá þeir núna sko og svo var hent nokkrum ísum upp á bryggju og maður fór með þetta heim og flakaði og setti í frosti eða átt það sko. Og borðar þið mikið fisk enn í dag? Já, helling. Má ég spyrja, býrðu einn eða býrðu í stóru samhengi? Ég býr einn, ég er búin að búa einn í 12 ár. Og eldar þú samt fisk? Hverjum degi. Ég eld ekki fisk á hverjum degi. En ef ég á að borða kjöt þá vil ég lambakjöt. Eða hrefnukjöt. Ég er svolítið veikur fyrir því en það má kannski ekki nefna það svona. Það er gott kjöt, náttúrulega. Svakalega gott kjöt. Sko. Þóttum að sé á móti hvalveiðum. Þegar ég ólst upp í það sko á Siglufirði sko. Alltaf svo ódýrt kjöt á sínum tíma. Já, það voru dregnar á land, þannig að hrefnupalli sem var dalvíkingur, hann veiddi alltaf 2 hrefnur í hverjum túr og stundu koma með þar bara inn á Siglufjörð og þeim var vippað upp á bryggju og svo skornar sko. Og þá fengum við guttarnir að skera svona það sem eftir var. Man kom stundum heim með 15-20 kíló af hrefnukjöt. Vá. En hérna, að því þetta er helgispjall og við við höfum tækifæri til þess að í samkvæmt þessari hefð, þessa þáttar að vera svolítið á persónulegu nótunum og við erum með svolítið veganesti inn í barnæskuna, það er hugmyndin rælni, að þú hefur gert yfir þetta rælni, hvaðan hún kemur þá úr þinni jafnvel hvort hún komi einhvern veginn úr uppeldinu og þínum ættboga og svo er það spurningum að vera á móti kreddum og já, þetta tventar og móti skipulagi. Og móti skipulagi. Ég hata skipulag. Sko. Ég hef aldrei, sko, ég er eins og það heitir innan gæsalappa, stóra gæsalappa. Ég er útlærður píanóleikari. Ég tók lokapróf 2006, orðin eldgamall, sko. Ég kann ekki lesa nótur. Og það er eitthvað í mér sem vill það ekki, sko. Það er á mikið skipulega, en ég get stafað mig í gegnum þær og þannig ef ég er að fara að halda tónleika eins og ég hef oft gert, sko, þá stafa ég mig í gegnum tónverkið, Chopin eða Beethoven eða hvað hann er, sko. Ég hef lært, sko, 28 mínútna sónut eftir Beethoven, algjörlega utan að það. Og er það þá ekki, þú sko spilar eftir eyranu sem kallaði þér? Nei, sko, ég þarf náttúrulega að læra þetta almennilega, sko, og þegar ég er búinn að læra þetta, búinn að fara í gegnum nóturnar og það er algjört kvalræði, sko, þá get ég farið að spila. Ég get ekki bara sest með nóturnar fyrir fram að mig og spila, en það yrði það, sko, það þarf að vera ég sem spila, sko. Eða það er einhver svona tilfinning, sko. En er þetta ekki bara einhvern veginn annars konar skipulag þá, raunverulega, sko, Ragnar Sveinsdóttir frá Víkingavatni var hérna hjá mér í helgispjalli og hún var að tala um og þau systkinin. Já, þau eru alltaf mjög Benedikt, bróðurinn læknir líka. Jú, þekki hann. Yndislegt fólk. Og þau sko
Já, hún var að lýsa þessu með kelt, hún var með svona keltaglerugun sko og var að tala skipulag hvað væri, hún gæti alveg séð hvort að þú væri svona meiri kelti í þér en víkingur og tók þá einmitt skipulagið og svo leiðis. Ég er örugglega mjög keltneskur af því að sko ég er búin að fara næstum því á hverju ári til sko keltneskra landa, til Skotlands og Írlands síðan 1986. Ég er félagi í sko The Viking Surgeons Association. Það er sem sagt samtök skurðlækna sem vinna á litlum stöðum. Já. Og það er mikið af Skotum og Norður-Írum og hérna vorum lengi 2 Íslendingar, annar af því miður dáinn. Og nú orðið sko þá erum við farin að fá í hópinn lækna sem vinna í þriðja heiminum sko, í Afríku. Hollendinga, Pólverja og svona. Þetta er svolítið merkileg svona mælikvarði, skurðlæknar sem vinna á litlum stöðum. Já. Og hvað er það þá, sérstaklega sameinar þá, er það einhver trú á mikilvægi þess að vinna á litlum stöðum? Ekkert endilega sko, það er trú á fagmennsku fram allt sko. Já, er það vegna þess að þið eru á litlum stöðum, kannski afrælinni, hafið lent á litlum stöðum? Já. Og að því að það er lítill staður þá eru kannski ekki margir kollegar og þess vegna verður þið að hitta kollegar. Sko, upphálega er þetta stofnað af 2 skurðlæknum, annar var á Hjaltlandseyjum og hinn á Suðureyjum og þeir voru báðir einir. Já. Þannig byrjar þetta. Og svo hefur náttúrulega eins og ég meina, ég er skurðlæknir á Patreksfirði í 6 ár og ég var alltaf einn sko. Þannig að þetta er mikilvæg í fagmennsku skiptir máli ekki bara grúska sig ofan í eitthvað lesa heldur að vera í samræðunni og bera sama bækur. Já, þetta krefst þess að maður sé mjög alhliða sko. Og ég var svo lánsamur að komast inn á spítala upp í Norður-Svíþjóð í Skellefteå og þar sem maður gerði allan andskotann sko. Ég held ég hef gert allt nema það sem kallað er elektív heilakirurgía sko. Það er að segja valaðgerðir á heila, ég hef ekki gert það en við gerðum sko, við boruðum inn í hausinn á fólki til að létta á þrýstingi ef það hafði fengið blæðingu sko. Jesús. Ja. Og svo varum við með 10 rúma barnadeild sem ég sá alveg heilt ár. Það er bara algjört ævintýri sko. Svo þakklátt. En ég lærði alveg rosalega mikið á þessum 6 árum. Og þá er maður ágætlega skólaður til að vera einn. Já. Og ég náttúrulega, og sko, við erum náttúrulega sko fæðingalæknar líka. Og við erum að sjá eins og ég sko á Patreksfirði að sjá sjúkrahús og þar er verið að leggja inn sko fólk með hjartaáfall og voru með mónitora og ég var að gera sónara á frískum konum og taka á móti börn. Ég held ég hafi tekið á móti 200 börnum á Patreksfirði. Wow. Með henni Ástu Ljósu. Wow. En þú ert ekki taugastrektur þá? Ég get ekki ímyndað mér að taka mér svona starf og hafa enga til að spyrja annan sko og vera alltaf með lífið í lúkunum. Virkilega bara... Sko, mér fannst þetta umfram allt óskaplega áhugavert og sko fyrir mig sem fagmann skemmtilegt. Svona þar að kynntist maður alveg aragrúa frábæru fólk. Ég var læknir Gísla á Uppsölum til dæmis sko. Og kom oft til hann sko. Og hérna meira að segja hann hvað heitir hann? Logi, sá sem er með Einsmars leikhúsið. Já. Hann var með leikrit Gísla. Já, einmitt. Og var sýnt hérna í, hvað heitir það, Kúlunni í Þjóðleikhúsinu. Hann fékk hann mig til að koma og segja sögur af Gísla, sko. Þetta var frumsýnt. Því ég kann marga sögur á hann, sko, sem eru... Gísli var náttúrulega, sko, í fyrsta lag var hann mjög greindur. Hann var frábærlega hagmæltur, hann var músíkalskur. Það hafði einhvern gefið hann rafmagnsorgel og ég spilaði fyrir hann og hann spilaði fyrir mig. Wow. Það var mikið synd að þetta skulle ekki vera til bara á upptökum, sko. Og svo hann var náttúrulega, hann var mjög sérstakur og talaði einkennilega og gekk einkennilega.
og Hallgrímur heiti Magnússon, sko geðlæknir, sem var góðu vinu minn og leysti mig af stundum á sumrin. Hann hérna, einhvern tíðan kemur Hallgrímur og til að leysa mig af og þá hafði hann verið á sko taugadeildin á Landspítalanum á kúrs og hann sagði, sko, mig grunar að þetta sé bara vítamínskortur hjá hann Gísla. Já, ok. Og svo haustið þegar ég kemur frí, þá segi ég, hvernig gekk með Gísla? Já, ég nokkuð vissum að þetta er bara vítamínskortur, sko. Og ég gaf honum vítamín. Nokkrum vikur seinna þá ég á ferðinni og Ólafur Hannibalsson bjóð þá í Selárdal og ég heimsótti hann stundum og hjá honum var vetramaður Stefán Kristjánsson frá Lambeyri, mjög sérstakur karakter og skemmtilegur. Já, ég þekkti hann, já. Alveg frábær karakter, sko, og við varum góði vinni við Stefán og ég vissi að Stefán fór alltaf öðru hvoru til Gísla. Þannig að ég segi við Stefán, hérna, veistu hvort Gísli hefur verið að taka vítamínu sem Hallgrímur gaf hann. Þannig að segja frá því, segir Stefán. Þá stóð á pilluglasinu að hann ætti að taka 2 töflur og hann gerði það og þá fekk hann skitu. Og þá beið hann í einhverja daga, svo tók hann 1 töflu og þá fekk hann aftur skitu. Þá fór hann með glasið út í fjárhús og gaf gemlingnum 2 og gemlingurinn hann hrækti þessu út úr sér af mikilli fyrirlitningu, þá gróf hann glasið og sagði, sko, það sem gemlingurinn vill ekki, þá enginn að borða. Elsku kallinn. Þau voða væntum hann, indæll, sko. En kom enginn önnur svona sjúkdómsgrein? Ég skal segja aðra frábæra sögu á hann, sko. Hérna, þeir fóru, Ómar Ragnarsson og Jón heitinn Páll, þeir færðu honum sjónvarpstæki, fóru rétt fyrir jólin, gáðu honum sjónvarpstæki í jólagjöf. Og svo komum við þarna, sko, ég lagði það í vana minn að heimsækja einbúana á veturna. Því að maður vissi aldrei, sko, það gat verið eitthvað og ágætt að svona kíkja við og fá sér kaffibolla með þeim og spjalla. Og svo komum við Eyvindur Bjarnason, hann var bílstjórinn, sko. Við komum þarna líklega í febrúar og sko, kallinn, Gísli, hann bjó á efri hæðinni. En neðri hæðin, hún var bara einn alls sér ruslahaugur, sko. Og við komum þarna inn og varum að fara í kaffi hjá honum. Þá var sjónvarpstæki í haugnum. Hann var búin að henda því. Og ég segi, Gísli mig, hvað hérna? Fyrir það horfður aldrei á sjónvarpi sem hann ómarkaðir. Og þá sagði Gísli, já, bara að taka einhver bolti. Og ég hugsaði mig, já, sko, hann hefur alltaf að fengja alveg nóg að Bjarnafel og öllu þessu íþróttadóti. Svo leiðin heim, þá áttaði ég mig á því að, sko, yngsta dagblaðið í húsinu var frá 1936. Þannig að hann var ekki með neina dagskrá og þegar hann vildi horfa á sjónvarpið, þá kveikti hann bara á því. Þá kom stillimyndin. Það var boltinn. Já. Og þá henda hann bara tækið, það var ekkert að ég skeið, sko. Já, blessaður kallinn. En hann hefur ekki fengið neina svona, þið hefur ekkert verið að greina hann meira, skilur? Nei. En myndur þú greina núna, sko? Nei, held ég ekki, sko. Ég meina, hann lifði bara alveg ágætu lífi, kallinn, sko. Já, og var þarna með sína rollur og svo var, sko, kona niður á Neðribæ. Hún verslaði fyrir hann kartöflur og svona, sko. Ég veit ekki hvort hann ræktaði eitthvað sjálfur. Við komum allar á vetuna, þannig að maður sá það ekki neitt, sko. En Siglufjörður, þú ert alinn þar upp? Já. Og fæddist þar ekki? Jú. Ég á, sko, hæðina, það er neðri hæð á húsi, þar sem ég fæddist. Ég á hann í dag. Já. Ég borgaði systkini mín út. Og ferðu þangað stundum? Já. Og ég var eftir að fara þangað heilmikið, sko. Er þetta þá góð? Er það
ferðu þangað til þess að heila eitthvað sem var erfitt svona í áfalla úrvinnslu eða var þetta góð Þvert á móti, þetta var bara æðislegt að alast þarna upp, sko. Þetta í fjallslíð líka, sko. Og og sko, það eru 100 metra sennilega í húsið þar sem amma mín og afi áttu heima og líka systir ömmu og maðurinn hennar sem var reynda blindur á gláku bara fyrir 60, sko. Og svo á efri hæðinni þar bjó stjúpsystir þeirra systkina, Sína. Og ég hef miklu uppáhaldið henni og maðurinn hennar, Þorvaldur, kallaði Lalli og 2 börn þeirra, Magga og Steini. Og þetta var bara einn allsherjar stórfjölskylda, sko. En getur þú sagt okkur aðeins svona, við erum að tala þetta, ef einhver var að detta inn í helgispjalli við Rauðaborðið, þá hér Jósep Blöndal læknir og við erum komin, við erum komin á Siglufjörð, þar sem þú fæddist, ólst upp og getur þú sagt kannski bara frá fjölskyldunum þinni, sko, náunum, pabbaðurum, mömmu og systkinum? Sko, pabbi minn, hann hét Óli Blöndal, Óli Jósefsson Blöndal, ég heiti eftir afa mínum, sko. Og hann og systkina hans þau ráku verslun niður á Eyrinni sem hét annars vegar bókaverslun Lárusar Blöndal og svo aðalbúðin. Og þarna var verslað með allan skrattan, sko. Föt og efni í föt og náttúrulega fullt af bókum og svo náttúrulega selgæti og sígarettur og svo framvegis og með þessi smokkar fengust þarna. Já. Þetta var háþró. Ekkert apótek? Það var háþró. Jú, ég var apótek bara eiginlega við hliðina, sko. En menn þorðu náttúrulega ekki að fara í apóteki að kaupa smokkar. Það eru einhverja konur, sko. Já. En þetta var alveg æðislegt að alast þarna upp, sko. Og svo líka, sko, ég af árgangi og árgangarnir í kring eru mjög stórir. Þessi eftirstríðsárgangar, ég fæddi 47, sko, og þessir eftirstríðsárgangar voru geysi stórir, þannig að manni leiddist aldrei, það var bara ekki hægt, sko. Bara stóð af krökkum bara. Já. Og sko, frelsi var algjört. Ég skrifaði minningagrein hana Gretu Árna sem var æðisleg kona sem var gift náfrænda mínum Þórði í Hrímni og ég byrjaði greinin á að skrifa, sko, að þarna í Suðurbænum á Siglufirði ríkti ein veldi og það voru konurnar sem réðu. Og í hvert skipti sem ég heyri orðið feðraveldi þá fæ ég bara gæsahúð því að þarna var, sko, algjört mæðraveldi. Já. En leið var frelsi okkar krakkana, það var algjört. Maður fór út á morgnana, á sumrinu, sko, fór maður út á morgnana og þá var náttúrulega venjan að borða í hádeginu, þá var svona aðalmáltíð dagsins. Og sko, ef maður var ekki mættur þá fór bara frumskoðað framan í gang, sko, og mamma kallaði bara í konundan í næstu húsum hvort það hefði séð mig og svo áður en, sko, nokkra mínútur voru liðna þá var maður komin heim að borða, sko. Já. Þannig frelsið var ekki algjört þá í raunverulega þannig séð. Það hefur verið svona rammi. Já, maður náttúrulega sá til þess að maður fengi í sig einhverja næringu, sko. Já. En hvernig var mamma, hvað hét mamma þín? Hún hét Margrét Björnsdóttir. Afi minn, Björn, hann var eiginlega skakkfirðingur og var, sko... Akkur var hann eiginlega skakkfirðingur? Já, hann var náttúrulega flutti mjög ungur á Siglufjörð, en sko, ég var að hugsa það daginn, hann var eiginlega, hann og systir hans, þau voru niðursetningar. Já. Eiginlega, sko, því að pabbi þeirra, Jóhannes Kafteinn kallaður, mikill sjósóknari, hann fer til Kanada sennilega kringum aldamótin 1900 og meiningi var, sko, að koma sér fyrir þar eins og fullt af Íslendingu, sko, og svo kemur bréf til langömmu minnar sem ég þekkti í gamla dagana, Guðbjörgu Maríu, kemur bréf til hennar þar sem það sem stendur að nú getur hún farið þar svona að huga að því að koma með
börnin. Síðan hefur ekki til hans spurst. Komið tilbaka frá Kanada. Hann hvarf. Nú. Þegar hún átti eiginlega að fara að leggja drög að því að koma með krakkana til Kanada, sko. Já. Þá hverfur hann og það stendur í Skagfirðingabók. Talið er að hann hafi drukknað, en það er ekkit vitað. Nei. Og ég mjög langað til að því ég unnið svolítið með fólkinu hjá Íslenskri erfðagreiningu. Mjög svolítið langað til að biðja þau að hjálpa mér að athuga hvort ég eigi ættingja í Kanada. Já. En ég held að hann hafi bara dáið, sko. En þetta er langafið þá? Þetta er langafið minn, já. Jóhannes Kafteinn. Jóhannes Kafteinn, en hann og þá kona hans, langamaðín og börn hennar. Guðbjörg María, já. Voru þau sett niður? Já, sko, þau tvö, Halla, frænka mín, systir Afa, og hann, þau voru sett á einn bæ og svo voru, ég held að verið 3 börn í viðbót og þau voru sett á einhvern annan bæ. Já. Þannig að þetta var náttúrulega bara það sem gerðist á þessum árum, sko. Ja, hann og afi minn hann var svona stundum eins og greiftur í stein, hann var óskaplega góðu kall, sko, en hann sagði ekki margt. Hann var þögull og maður sá á honum, sko, að hann hefði fengið að vinna fyrir sér, sko. Það var alveg á hreinu, sko. Stundum þegar hann var verkamaður og stundum óskaplega vandvirkur. Ég hef stundum sagt að afi minn var hoddréttasti maður sem ég kynnst. Því að það þurfti að grafa fyrir, sko, fyrir húsi, þá gat hann alveg gert að hans að vera með einhvern vinkil til að sýna sér hvernig hann átti að gera hornin, sko. Og stundum þegar hann fikk alltaf útborga á föstudögum og þá tók hann mig stundum með sér út á tún og gaf mér túkall. Og það var mikli peningar í þá daga, sko. Wow. En þetta eru, sko, ég á rosalega góð. Bjó hann hjá ykkur? Nei, hann bjó í næsta húsi, sko, 100 metri burtu. Já. Svo var, sko, Sína sem bjó á öðru hæðinni. Hún var algjör gersemi og kallinn hennar Þorvaldur, hann var fyrrandi skútuskipstjóri og hann sat oft með mig upp á kvisti í ruggustól og var með svona bogna pípu eins og skipera voru með, sko, og sagði mér sögur. Og fór líka greinilega með þulur og ég mundi alltaf eina setningu sem ég er náttúrulega bara smábat og það er þessi setning: stendur í brekku brúsaskeggur og bíður mín þar. Og ég leitaði og ég fann hann á færesku og síðan, sko, vissi Andri Snær Magnason, rithöfundur, hann giftur inn í þessa fjölskyldu. Hann fór að leita og hann fann þuluna. Og ég einhvern tíðan var allir að leggja það á mig að læra hana. Þetta er svolítið óhuguleg lína kannski, er þetta aðeins svona óþægilegt? Þetta er löng þula og ef ég man rétt þá er ekki mjög heil brú í henni, sko. Það er ekkert mikið einhverju dýpri meiningu, sko. En brúsaskeggur getur verið svona einhver ógn eða ekki? Þetta man ég ekki, sko. En kannski myndi einhver spyrja af hverju manstu þessa línu? Já. Verði ekki ákveðið en það er aldrei, sko, það er ekkert óugnalegt við þessa samveru okkar Þorvaldar hann upp í kvisti. Ég var bara mjög ljúfar minningar frá þessu, sko. Og hann bjargaði lífi mínu. Þá er ég líklega, ég veit ekki hvort ég var 1 eða 2 ára og ég er að borða kartöflu og hún bara festist í mér, sko. Og mamma sagði, sko, hún sagði mér það, ég var hann blár og ég var hann slappur. Og þær voru, sko, vissi ekki almennilega hvað það átt að gera og Stella frænka mín sem var sem sagt dóttir ömmusystur minnar, hún var góður bílstjóri og hún var komin upp í bíl og ætlaði að fara að ná í læknin. Kemur Þorvaldur, tekur mig upp á löppunum, lemur mig þétt eins fast í bakið með hnefanum og út fór kartaflan. Þannig að hann bjargaði lífið mín. Þetta var svona heimlich með afbrigðum, sko. Já, þetta var alveg dásamlegt fólk, sko.
Og gott þetta svona samlífi, samfélag raunverulega. Já. Svo komum saman náttúrulega oft eins og á jólum og páskum og svona. Þá var spilað á spil og bara... Og áttu mörg systkini? 4. Já. Við erum 5 systkinin. Olla systir mín, hún 5 árum eldri en ég og svo kemur Ásbjörn sem 7 árum yngri en ég, Sigurður sem 12 árum yngri en ég og Guðrún systir mín, hún 13 árum yngri en ég. Þau tóku svona sprett í lokin, pappa og mamma, og áttu 2 börn með minna en ára á milli þeirra. Wow. En getum við eitthvað rakið þessa svona andu þína og kreddufullu skipulagi og svona kannski þessum búddísku trú á rælnina eða bara svona að láta skeikað sköpu, hvernig það sagt? Sko maður náttúrulega, ég byrja að vinna þegar ég 9 ára. Þá ég að vinna hjá Skafta á Nöf, þeim fræga manni, á planinu hans að gefa tunnur. Þá var ég ástfangin í fyrsta skipti og ég man vel eftir því, og 9 ára gamall. 10 ára þá ég að vinna á vélaverkstæði og Halla Þór og sonum hans og ég var alltaf svo skítugur þegar kölluðum við Svarta Pétur. Þar var ég heilt sumar og síðan sumurinn þegar ég 11 og 12 ára þá ég að vinna hjá atvinnudeild Háskólans fiskideild hjá Agli Jónssoni og Viktoríu Kristjánsdóttur sem voru að gera rannsóknir á síld, og ég var sendur, kom í hjólbör og fór borð í alla dallana, og hitti þessa frægu síldargæja, eins og Eggert Gíslason og Þorstein bróður hans og þetta var algjört ævintýri. Svo byrjaði ég að vinna í síldarverksmiðju 13 ára. Síldarverksmiðjunni Rauðku við að stafla mjólpókum og ég í þeirri vinnu næstu 6 sumur að undanskildu einu sumri. Það var sumarið sem ég var 17 ára. Þá sagði við mömmu og pappa að það svo lítið að gera hérna, ég ætla að fara til Raufarhafnar, það meira að gera þar. Já, ok, farðu. Ég fór til Raufarhafnar og var þar sumarið, Og síðan, þannig ég sem sagt 17 ára og 18 þá ég aftur í síldarverksmiðjunni á Siglufirði. 19 ára þá ég að vinna hjá Símanum við loftlínu eftirlit inn í Skagafirði aðalega og Ólafsfirði og þá fæðist elsta dóttir mín, hún Ída Margrét. Og ég hef oft sagt að ég var upp í Staur þegar hún fæddist. Því vorum alltaf upp í Staurum, í loftlínu eftirlitinu. Og einhvern tíma þá ég upp í Staur í Eystri Fljótum einhvers staðar, hjá Þrasastöðum einhvers staðar þar. Og þá hringt í ferðasímann sem verkstjórinn var með. Og hann kallar og segir, það að hringja. Já, segi. Já, ætli sé ekki komið innan úr. Þá var hún inn á Akureyri og fæddi þar. En varstu fjölskyldumaður eða var þetta svona bara getið af gáleysi eða? Nei, við vorum búin að vera saman í 2 ár líklega, 3 ár og við giftum seinna, Já. En þetta ekki konan sem þú varst ástfangin af þegar þú varst 9 ára? Nei, það var bara svona augnagott, og ég man augnaráð hennar, Var það líka svona ástríkt? Já. Ég held að hún hafi fundið hvað ég var skotin í henni. Og var hún eldri? Já. Hún hefur verið að bíla svona 16, 17, 18 ára, Já. Þannig ástin hefur svona fyllt þér eftir það eða ekki? Þú hefur verið svolítið ástfangin, er það ekki oft? Hún skotast í mér bara alla mína ævi. Já, er það ástin? Eða þannig, Mamma mín sagði einhvern tíma við mig, við töluðum alltaf af og til saman svona tilfinningamál. Og hún var mjög tilfinningamál, og pabbi var það líka, en hann var náttúrulega svona eins og kallar á hans kynslóð, fæddur 1917, eða 1918, þá voru menn og ekki þeir töluðu helst tilfinningar þegar var að fara að svífa svolítið á þá, Já. En mamma, hún talaði oft og einu sinni sagði hún við mig og ég hef aldrei gleymt því, þú ert svo hrifnæmur.
þú gæti lent í vandræðum. Já. Og hún reyndist sannspá eða? Já, hún reyndist sannspá, sko. Já. Ég er 3 giftur og 3 skilin og sko, og fólki finnst það hvað helvíti hefur verið brokkengur. Ég var ekki, sko, ég fór frá minni fyrstu konu. En báðar hinar fóru frá mér. Það tóldi ekki, sko. Reyndar, sko, hún, 3. konan sem ég var giftur, við vorum saman í 36 ár og eigum 3 börn saman, sko. Já. Og allt í allt áttu 5 börn, er það ekki? Já. 5 börn með hvað, 3 með 3 konum, já. Ég gifti sko danskri konu, giftist hennar Rælni, eiginlega, sko. Og hérna, við eigum son saman, hún er dáin og reyndar Onni líka, fyrsta kona mín, hún er líka dáin, sko. Hún dó 49 ára gömul úr brjóstakrabba, sko. Var með svona leiðinda gen, sko. Og hérna, já. En þú, sumir svo að þú ef að þú hefði farið þá varir brokkgengur, en ef að þær hafa farið þá hefur það kannski verið erfiður, eða hvað? Ég meina, er það ekki hægt að segja það með þig? Ég var náttúrulega giftur 2 öðrum konum. Ég var giftur vinnunni. Já. Sko fyrsta svona allavega halva árið, ef ekki heila árið, sem ég er upp í Skellefteå og í Norður-Svíþjóð í skurðlækningum, þá var ég með 90 klukkstunda vinnuviku. Og þá hefur maður ekkert rosalega mikið tíma til að vera að sinna, sko, fjölskyldu. Þannig að ég var svolítið, sko, giftur vinnunni og tónlistinni. Já. Því tónlistinni hefur alltaf verið, sko, ég reyndar hætt að spila í 10 ár, ég snert ekki hljóðfæri, sko, eða valla. Svona gítar í partíum og svona. En hérna, ég byrja að spila, sko, ég spila í fyrsta hljómsveitin sem ég spila í, þá er ég 13 ára. Hitti einmitt Hallavinn minn trommara, þá erum við að byrja að spila saman, sko, og höfum spilað saman alltaf öðru kóru síðan og erum óskaplega góði vinir. Og hérna, ég sem byrja að spila á böllum á Siglufirði, sko, 13 ára gamall, ég mátti ekkert vera þarna. Nei. En það var einhvern veginn það var enginn sem pældi neitt í því. Og ég var náttúrulega, sko, ég var ekki neinni óreglu fyrr en ég var komin í menntaskólann á Akureyri. Nei, en byrjaður svona að drekka þegar þú varst, sko, 13 ára? Nei, aldrei. Nei. Nei, ég skrifaði bindindisgreinar í, hvað hétta, Reginn. Það var svona blaði bindindismann og ég skrifaði ábyggilega 1 eða 2 greinar í Reginn. Og hvað kom til, var einhver alkohólismi í þinni ætt svona eða á Siglufirði bara? Pabbi drakk eiginlega aldrei, hann drakk á Þorláksmessu, þá var náttúrulega verslunin alveg í botni, sko, og menn alltaf að koma í búðina og bjóðunum og svona. En sko, í fyrsta skipti sem ég sá hann undir áhrifum áfengis, þá var ég líka fullur, sko. Þannig að nei, hann drakk aldrei. Og mamma, hún drakk aldrei, sko. Og þau reykti ekki heldur. Pabbi sagði mér það, hann reyndi 3 sinnum að byrja að reykja, því það var svo flott. Hann gat það ekki. Hann var bara að hætta við það, sko. Þetta var alveg einstak, þetta var... Heldur þú að alkohólismi sé ættgengur svona? Já. Blöndalar er náttúrulega annálaður drykkjumenn, sko. Langafi minn, Lárus, sem seinna var sýslumaður í Húnavatnssýslu, sonur Björns Blöndal sem, sko, hérna dæmdi síðustu aftökuna á Íslandi. Já. Lárus var, sko, hann lærði lögfræði í Kaupmannahöfn og hann var annála hraustmenni og óskaplega sterkur, en hann var líka annálaður drykkjumaður. Og það er til saga af því, og ég náttúrulega segði hann ekki dýra en ég keypti. Ég held hún sé skráði í einhverju, sko, hafnastúdent að skrifa heim eða eitthvað svoleiðis, sko. Og þá er hann að þvælast í Kaupmannahöfn, hálffullur, sko. Og í þá daga, sko, það voru gasljós á götunum og ef þú manst þegar þú voru örgulega að setja á myndu, sko, þá var þetta svona stólpi og svo voru svona eins og krókar út úr það sem að ljósin voru. Já.
og það fyrir einhver lögreglumaður að abbast upp á langaða minn og hann hengdi hann upp á einn og krokkunum. Hann var hann var mikill söngmaður. Ég veit það því að það var einhver kráareigandi í Kaupmannahöfn sem sagði brímarnir þeir borga vel en þeir kunna ekkert að syngja en Blöndalarnir þeir eru fínir söngmenn en þeir borga ekkert endilega Já, en þannig að þú ert Blöndal í föðurættina, já. Og alkohólismin elti þig uppi, það ekki? Jú, ég er mjög fljótt eftir ég byrja, það fer enginn í menntaskóla á þess að drakka brennivín, og mjög fljótlega þá er ég að missa stjórnina, Þá ræði ég ekkert mjög vel við þetta. Ekki þannig að ég væri steindauður út í horni alltaf, en ég hafði ekki góða stjórn á þessu og ég held þessu áfram, Ég er búin að vera edrú núna í 30 ár, þannig að það er hægt að rekna út hvað ég drakk í mörg ár. Síðan náttúrulega gerist það seinna mér þegar ég er að vinna sem læknir. Að ég geri eins og læknar gera sem eru alkohólistar. Þeir fara að taka pillur. Og ég fer að taka þetta sem kallaði læknadóp, diazepam og Parkotin forte og svona verkjalífi fór aldrei í neinn svona öflug eiturlyf, En þetta fylgdi mér í áratugi, og það sem fylgir svona pillu áti, það er þunglindi. Maður bara langt niðri alltaf í raun og veru. Og ég var svona eins og tískiptu persónuleiki, sérstaklega eftir að vorum komin í Stykkishólm. Flytjum þangað 1990 eftir 6 ára á Patreksfirði. Og þá var ég eiginlega bara í þessari lyfjanotkun og var bara eins og tískiptu persónuleiki, í vinnunni, fljótur að hugsa, fljótur að vinna og náttúrulega með alveg hókin á reynslu og yfirleitt mjög fljótur að taka ákvarðanir og fljótur að vinna, fljótur og skurðagerðir vöðust aldrei fyrir mig. Reyndar passaði ég mig alltaf daginn fyrir skurðagerðir. En og náttúrulega alltaf kátur og brosandi og segjandi brandara og svo þegar maður kom heim þá var bara eins og svartur hleri fjalli niður fyrir aftamann. Bara búin. Það var vont líf. Já. Sérstaklega síðustu árin endar það með því að ég finn það að þetta er bara þetta er vont líf og ég sitt svo einn góðan veðurdag við eldhúsborðið og Erla, kona mín fyrrverandi, situr á móti mér og við erum svona eitthvað að tala saman og þá bara allt í einu segir við hann, heyrðu, ég ætla að fara í meðferð og ég fer í símann þráðbeint, strax. Ég ætlaði ekki að sleppa þessu, Fer í símann, hringi Þórarin Tyrfingsson sem var gamall vinur minn og drykkjubróðir, og vorum saman í læknadeildinni. Og ég segi, heyrðu Þórarin, ég ætla að fá að koma inn á Vog og fara í meðferð. Já, það var tími til komin, sagði vinur minn, Og ég fer 4. júlí, fer ég inn á 1994. Þá fer ég inn á Vog. Síðan hef ég ekki litið öxl, Þá hættur að vera þessi tvískipti. Já, algjörlega, Persónuleiki. Já, guð mig góður, hvað það var svo ofboðslega léttir. En varðandi þessa drykkju mína og ættgegnin og allt það. Gabor Maté heitir kall, þunglindislegur ungveri sem var heima í Vancouver. Já, ægilega heimsfrægur, svona er ekki áfalla. Hann bara, mér finnst hann algjör ruglundallur. Nú er það, já. Já, hann segir að öll fíkn stafi af áföllum í bensku. Já. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að hann er með kenningu sem útskýrir allt. Og kenning sem útskýrir allt er ónýt. Já.
Það er ágætt að hafa það bara svona í huga. Sko, og ég hef, og ég náttúrulega þegar, ég fer ennþá á fundi í ákveðnum samtökum sem ég nefni ekki nafnið á. Og þá heyrir maður oft, sko, fólk segja, sko, já, frá áföllum sem það hefur lent í og auðvitað það er alveg rétt, sko, ef þú leitar vel hjá hverjum og einu, þá finnur þú alltaf einhver áföll. Það er allir með einhver áföll. En ég segi alltaf, ég er eins og Lalli Lýsól. Lalli Lýsól er persóna í söngleiknum, ég held að sé Rjúkandi ráð eftir Jónas og Jón Múla, sem eru þessi söngleiki þeirra er náttúrulega algjör gersemi, sko, og músíkin bara dásamleg, sko. En þannig er sem sagt persóna sem heitir Lalli Lýsól. Og Lalli Lýsól, hann kemur inn á bar og þar stendur Dísa og er að afgreiða. Og Lalli Lýsól segir, jæja Dísa mín, láttu mig hafa bara eitt sjús. Og þá fyrtist hún við og segir, þú fær sko engan anskotan sjús hér. Þú ert alltaf í einhverju bölvuðu brennivín. Þú hugsar ekki annað en brennivín. Þá segir Lalli Lýsól, Dísa mín, ég hugsa aldrei brennivín. Ég drekk það í algjöru hugsunarleysi. Og það er ég, sko. Já. Ég bara drakk. Ég ekki meina skýringu á því af hverju. Og það væri ekki hægt, sko, í þætti eins og þessum, það væri ekki hægt að fá þau til þess að fara að rifja upp einhver áföll. Það er bara líka kynslóðabundið auðvitað. Sko, þetta er bara tíðkast ekki auðvitað, kannski af þinni kynslóð að fara eitthvað að framreiða eða fara að rifja upp eða setja borð fyrir aðra. Sko, jafnvel þótt að hefði verið áföll. Mér líður bara vel í gegnum alla mína bernsku og æsku. Og sko, já. Ég ætla ekki að reyna að segja þér annað, sko. Nei, en þannig að þá lítur það að vera ættgengt að þínu svona... Þetta er örugglega öflugt, það er fullt af alkoholistum í Blöndalsættinni, sko. Já. En við erum komin í menntaskólan sem þetta eldir þig uppi, þú ert náttúrulega skemmtikraftur búin að vera frá þú varst 13 ára og verður þarna að spila píanóið í KEA. Já, og svo var ég, sko, ég var alltaf undirleikari á sal. Þegar var að syngja, sko. Í menntaskólan? Já, þá spilaði ég alltaf undir. Og svo fer ég í En þá varst ekki fullur í skólanum? Nei. Og svo fer ég í skólahljómsveit menntaskólans með Hauki Ingibjörnsinni, Snæbirni Kristjánsinni, Höskuldi Þráinsinni, Höskuldi var söngvari í hljómsveitinni, Snæbirni Kristjánsinni sem seinna var verkfræðingur og svo Jón Þorsteinsson sem var prestur í Grundarfirði og Bói bróðir hans, Halldór, hann var á trommum og svo þetta er sem hljómsveitin sem var á undan og en já, reyndar Haukur, ég er að blanda þessu saman, Haukur var ekki í henni, Haukur Ingibjörnsson, Snæbjörn, já, Ólafur Karvel Pálsson, fiskifræðingur, hann var á saxofón og býttu nú við já, og svo var sko Sigurður Ringsteð var á trommum á tímabili, svo verður hann svona grenjandi ástfanginn að hann neitar að hann segir, já, nei, ég get ekki verið lengur í hljómsveitinni, já, bara hættur þessu þá kemur Egill Eðvarðsson til mín, ég hafði spilað á píanó með þeim, sko, þá kemur Egill Eðvarðsson til mín og segir, heyrðu, heldur þú getur ekki spilað á trommur? Jú, það lítur að vera. Svona var rælni, sko. Og ég var trommuleikari heila vetur. Guð minn góður. En svo útskrifast úr MA. Já. Og stúdent, ég meina þú hefur náð að útskrifast og... Já, það slapp. Ég var nú ekki, sko, þegar ég er í sérstaklega í 5. bekk, þá erum við mikið saman, ég og Ragnar Aðalsteinsson. Hægringur og sko Íslandsmeistari í bragfræði og stórkostlegu karakter og mikill vinur minn. Við vorum síyrkjandi báðir. Ég gat alveg orti bæði kvæði og vísu, svo datt það bara úr mér seinna, sko. Og við sátum gjarnan á teríunni sem kölluð var á KEA.
og drukkum kaffi, borðum ristað brauð með osti og ortum. Einu svona ortum við Háttalíkil. Hann því miður týndur. Einu svona vorum á Fyllirí, við drukkum mikið saman. Einu svona vorum á Fyllirí, sko, Raggi hann bjó í húsi verkamannsins. Það var sko blað, verkamaðurinn var blað sem hann gefið út á kommunistum á Akureyri og það var herbergi efst uppi og Raggi bjóð þar og einhvern tíðan höfðu verið að drekka þar og svo förum við og svo þurftum við báðir að pissa samtímis og við hérna ákvaðum það að stilla okkur upp við vegg á húsi sem var þarna rétt hjá og pissa í kross og yrkja eina vísu á meðan við erum að pissa. Guð mig góður, sko. Og vísan er svona. Einn hjartnæmur koss hefur altekið oss af ungmeyja vörunum blíðum. Við pissum í kross, þessi fallegi foss sem finnlensku lappi á skíðum. Þetta nú aldrei gott bræðralag þarna, fósbræðralag. Já, þannig að þetta verður alveg verið gaman, greinlega. Þetta hefur verið góðu félagsskapur, tónlist, ást og svo hefur samt líka verið að læra og þér hefur fundist gaman að læra eða hvað? Já, sko, ég hef alltaf haft mjög auðvelt með að læra tungumál. Þannig að það var svona minn styrkur. Ég var agalega latur að lesa svokölluð kjaftafög, sko. Sögu og reyndar náttúrufræði, Steindórsson, hann kenndi okkur náttúrufræði, það var nú svo sem allt í lagi, sko. En stærðfræðin, sko, ég fer í stærðfræðideild af rælni. Því að sko það reiknaði allir með að ég færi í máladeild því ég var mjög góður í tungumálum. Þá náttúrulega fór ég í stærðfræðideild, sko. Og svona á öðru ári í þeirri deild, þá misti ég algjörlega áhugan á stærðfræði, sko. Það var bara leiðinlegt, sko. Og þá var ég líka, sko, komið kærustu eða reyndar, við vorum saman alveg frá því bara í byrjun, sko, eða frá því í þriðabekk í menntaskóla, sko. En svona þá er ég líka, sko, síðasta ári í menntaskóla, þá er ég barpíanist á KEA, sko, 6 daga í viku. Hvorki meira en minna. Vá. En þú útskrifast og fer svo beint í læknisfræði eða eitthvað? Ég útskrifast og svo er ég að velta fyrir mig hvað ég að gera og mér langaði eiginlega mikið til að fara bara í tungumálanám, sko. En svona, ég hugsaði með mér, þá verði ég sennilega bara fyllibitta, sko. Svo ég fór í læknisfræði og var fyllibitta. Þarna er ég orðin svolítið meðvitaður að ég að drekka einum og mikið, sko. Og ég hugsaði með mér, ef ég fer í eitthvað auðvelt nám, þá bara verði ég fyllibitta, sko. Og ég hugsaði þetta svona, nákvæmlega. Ef ég fer í læknisfræði, þá er ég að læra, sko, alþjóðlega fræðigrein. Og þegar ég er búinn með læknisfræði, þá get ég farið hvert á land sem er og lært tungumál. Það var eiginlega svona megin hugsunin. Já. Svo ég fer í læknisfræði. Til Reykjavíkur þá? Já. Svo, sko, 1969, þegar ég er búinn að vera í læknisfræði 2 ár, þá förum við 36 læknanemar til Glasgow að krefja lík. Og eru þar í 6 vikur, takk, krefja lík, í 30 eitthvað stiga hita. Og þar kynnist ég danskri konu. Og hún og sko, það gerðist eiginlega óalega lítið eða eiginlega ekkert á milli okkar þennan tíma í Glasgow. En þetta einhvern veginn verður til þess að ég ákveð að fara frá henni, Oddnýju, sko. En var Oddný þessi sem átti barnið þegar þú varst upp í Staur? Já, þannig að þið hafið... Þannig er Ída orðin 30 ára. Já. Ég fer, sko.
Frá henni, já. En, Já, þú áttir sem sagt barn áður en þú fórst í menntaskóla? Nei, við erum bæði í sko þriðabekki menntaskóla. Já, þú varst bara í sumarvinnu. Já. Og hérna, já, við erum 19 ára þegar við eigum hana, sko. Já, bæði tvö. Ok. En svo ferðu frá þegar þú kynnist þessari konu í Glasgow. Já, þá fer ég. Og sko, ekki spyrja mig af hverju ég fór. Því ég get ekki svaraði. En sérðu eftir ég reyndar get, sko, ég held sko að því ég hefði verið að tala rosalega mikið við þessa dansku konu. Og hún var greinilega mjög skotin í mér, sko. Og ég var svolítið eins og Alfred heitinn Flóki, vinur minn, sko. Flóki var haldið því að ef kona var hrifin á honum, þá var hann hrifin á henni, sko. Og ég var svolítið þannig, sko. Og ég, sko, eina skýringin sem ég fengi á því af hverju ég fór var að ég skammaðist mér svo mikið. Að hafa verið alveg heilu nætuna bara að spjalla við þessa konu, sko. Svo ég fer. Og það sko versta ákvörðu sem ég tekið á æfinni. Svo ég segi það bara hreint út. Já. Og ég hef stundum sko velt fyrir mér, sko, að því að sko við erum svo saman, ég og Inger, í 3 ár og eigum son saman sem fæddur 71 og sko svo eitt góða við þetta, þá verður hún ástfangin af vini okkar og nágranna og fer og ég verð eftir með krakkan, hann þá 20 ára gamall. Þannig að ég þarna sko 26 ára gamall á erlendri grundu í miðju námi, orðinn einstæður faðir. Og ég hef oft sagt, sko, mamma mín, hún ól mig nú ekki beinlínis upp með það fyrir augum, sko. En ég tók þessu bara og læsti mér svolítið inni, þar að segja, í sjálfu mér, sko. Hún fór til Bandaríkjanna og ég sá hann ekki meir en ár, sko. Þannig að strákurinn, hann hjá mér. Og í 3,5 ár ég einstæður faðir. Vá. Og hvernig líður strákunum með það? Það kannski þarf að spyrja hann bara. Já. Hann lifir mjög góðu líf í dag. Hann atvinnu tónlistarmaður og býr reyndar í Kaupmannahöfn, sko. En hún dó, sko, Inger dó 2001 úr lungnakrabba. Manneskja sem hafði aldrei reykt. Hún var læknir eins og ég, sko. Hún deyr þarna 2001, sko. En náður þú eitthvað að vera í sambandi þá við dóttur þína á Íslandi? Já. En þetta svolítið skrítið. Þú ferð þarna frá 30 ára dóttur, eignast annað barn, þá fer móðurinn frá því barni. Þetta svona, Gabor Mate myndi nú sjá þarna nokkur smá áfallasögu. Já, hann ég löngu byrjað að drekka, sko, þannig að það gengi ekki upp, sko. Nei. En sko, þegar ég orðinn einn með strákin og ég umgekkst eiginlega enga. Og það svo merkilegt með þessa fjölskyldu, og mér alveg að segja frá því, sko, að það eiginlega slitnaði að samband við fjölskyldu hennar sem var reynda mjög trúið. Og ég held að þau var bara ekki vita hvernig það átt að hega sér, sko. Þannig að það var ekki eins og, sko, amma stráksins var að bjóðast til að hafa hann öðru hvoru eitthvað svoleiðis. Aldrei. Never. En svo sem, sko, ég náttúrulega bara sætti mig við þetta og svo þegar ég búinn að vera einn með hann í líklega 2 ár, sko, þá fer ég að kynnast Íslendingum, bjófullt af Íslendingum í blokkinni, það sem ég bjó, sko, á Stúdendagarðinum. Býtu, hvar erum við stödd eftir? Þetta á Sólbakkanum í Kaupmannahöfn. Já, í Kaupmannahöfn, já. Stór og alveg frábær Stúdendagarður, sko. Og sem betur fer, sko, þarna var, sko, leikskóli á jarðhæðinni
og svo geysistór garður fyrir framan og svo kirkjugarður á hægri hönd og þannig að sko ég var náttúrulega áfram ég gerði reyndar hlé á náminu í hálft ár og réði mig sem geðlækni hvernig sem það nú hljómar en það átti alveg ágætlega við mig sko og ég fekk að vinna með alveg frábærum geðlækni Jens Haslund sem kendi mér ósköpun öll sko og við ég þekkti hann svolítið frá því áður hringdi hann og sagði heyrðu Jens, konan farin frá mér ég einn með lítið barn 2 ára gamlan strák hann var 9 ára en 2 ára þegar hann fór sko. Og allar ekki mann að vinna með þér ég held það nú sagði Jens ég einmitt að leita að einhverjum ungur lækni til að vinna með mér og ég vann með honum í hálft ár og þá spurði hann, jæja, hvað finnst þér nú geðlæknisfræði? Því ég var svolítið að gæla við að fara í geðlæknisfræði. Hvað finnst þér nú geðlæknisfræði? Ég sagði, þetta fallið fyrirtæki, sko. Þetta bara eitthvað líf og ég ekki þar, sko. Og hann sagði, þetta alveg rétt hjá þér. Hann var, sko, hans aðal áhugamál var annars vegar alkohólismi og hins vegar fjölskylduráðgjöf. Og hann sagði mér þessa setningu sem ég hef aldrei gleymt. Þegar sjúkdómur í einhverju fjölskyldu, það að segja þegar fjölskyldan eiginlega orðin sjúk, þá alltaf svo frískasti sem kemur til læknis. Og það alveg hárrétt, sko. Fýtkallan, Jens. Þetta náttúrulega flott pæling. Já, hann var alveg æðislegur, sko. En sko, burtséð frá sjálfum þessum Gabor Mate sem ég get ekki einmitt mælt með eða mælt á móti því ég hef ekki kynnt mér að nóg sko, en þannig ertu nú samt komin nálægt einhverju sviði sem að þú veist, þetta að lesa fjölskyldusöguna og lesa, að það sé ekki einskýring, að það ekki bara alkohólismi í ættinni heldur það ekki svona samlíkjandi sko, spítalinn sem að Jens rak, það var 42 ára var spítali í útjaðri Kaupmannahafnar og þar voru sko alkohólistar sem voru líka með geðgreiningu. Já. Þannig að þetta var svona þungt klientel sko. Og ég lærði alveg ofboðslega mikið á hann. Meðal annars þá lét hann mig vera með svona samtalsmeðferð við 1, 2 eða 3. Allt tekið upp á segulband. Svo fór hann í gegnum það. Og gaf mér athugasemdir. Vá. Já. Hann var mjög sérstakur mörgu leyti sko, meðal annars hann var hræddur við öll tæki hann var svona tækjafæli og þetta sumar var ofboðslega heitt og við vorum að reyna að halda fundi út í garði og út á svölum og alltaf djöfulega heitt sko. Svo Jens sko, hann hafði það fyrir reglu að alltaf þegar hann fór heim seinnipartinn tók hann allt úr sambandi þá slökkt hann á öllum við vorum með alls konar græjur við vorum með þessi upptökutæki svo vorum við með tæki frá Þýskalandi sem hét Flimmerfunktion eitthvað sem að fólk átt að horfa inn í það og þá kom einhver svona deplar og djöfluðust og þegar þeir urðu bara einum depli þá átt að skráða það sko. Og það var einhver teóri að alkohólistar sko, þeir voru ekki með þetta alveg á réttum tíma sko. Það var bara algjörlega fáránlegt sko. Og svo voru ýmis önnur tæki sko. Og hann að fara heim hann tekur allt úr sambandi hann slekkur á öllu og svo tekur hann allt úr sambandi heyrir hann eitthvað hljóð og hann fyrir að segja hvað býtu, slökkti ég ekki á öllu og hljóðið heldur áfram og hann fer í gegnum allt slökkt á öllu, þá fer hann í næsta herbergi til að athuga hvort það væri eitthvað þar nei, ekki þar og þá sagði hann mér sko og þá fór ég aftur inn á stofunum mín og ég sagði með mér ég að verða vitlaus af þessum hita enda með því að hann fór út á Svalir þar stóðu 2 endur og sagði bra það var hljóðið blessaðu kallinn blessu sér minning hans við þið mikið væntum hann Jens og við vorum í sambandi í nokkur ár og eftir skrifaðust á sko við höfum ágætt svinir. Þú ætti nú að gefa einhvern mann út bréfin þú átt svolítið, það ekki bréfasafn
svona sem þú skrifast á við kollega og vini? Það sko eiginlega merkilegasta bréfasafni, sko, fyrsta vinnan mín í Kaupmannahöfn á lokaðri geðdeild sem bara almennu starfsmaður, svona gangastúlka, sko, lokaðri akút geðdeild. Og þarna voru sko alvöru, ég meina við vorum þarna með verkfræðing sem hafði drepið 2 dætur sínar með hamri og svo frammiði, sko, með virkilega sjúklinga, sko. En við vorum líka með hóp af sko mönnum með heilabilun og nú týndi ég þræðinum. Hvað varst að segja eftir? Þú þurfti bara að nefna orðið heilabilun að þá bara fór heilin í pásu. Það er greinlega erfitt vont að nefna orðið heilabilun. Ég að vinna þarna heilt sumar. Ég er líka allir búin að gleyma hver spurningi var. Og þetta er sko... Jú, brefasöfnin. Ég var að tala brefasöfnin. Já. Og svo fengum við sko frá Sankti Hans spítalanum. Fengum við svo kallað útbrunna skísofrensjúklinga. Sem var mjög sérstakir, sko. Ég hef aldrei heyrt það. Þetta er ekki bara að vera skísofren. Það er þess búin að vera með skísofreni í mörg ár og búin að vera á lyfjum og það er bara búið að gefast, þeir eru á einhverju lyfja að gefa og svo bara goodbye, sko. Og það kemur þetta maður sem okkur var sagt þetta, hann væri útbrunnin skísofren. Og hann mér gekk rosalega vel að kommunikera við þetta fólk, sko. Og hefur reyndar alltaf átt frekar auðvelt með það, bara að kommunikera við fólk yfirleitt. Og svo segir hann allt í einu að Guð hafi bannað sér að tala. En hann megi skrifast á við mig. Og ég á þykkan bunka blöðum, einhver staðar í fórum mínum, með skrifum okkar. Wow. Og þetta var alls konar, sko, sumt var á latínu, sko, kom kannski bréf það sem stóð, sko, segundo, byrjaði þá, sko, elsku kallinn, sko. Og þetta gerðum við lengi og þetta var gæði, sko, aldrei neitt illt í þessum kalli og ég held að hann hafi, kannski var hann að heyra raddir, það getur vel verið sem bara Guð allavega að banna honum að tala, sko. Svo ég að labba á ganginum eitt góðan veðurdag og mæti honum og þá stoppar hann fyrir fram að mig. Ísland, segir hann. Já, segi ég. Kjarval. Þá vissi hann allan anskotanum, hann vissi meira Kjarval en ég. Já. Stórmerkilegt. En þetta ekki, langaði ekkert bara til þess að eftir þessi reynslu að fara að skrifa til dæmis, sko, taka upp þarna Pissa í kross með Ragnari og fara að skrifa ekki bara vísur heldur, skrifa þessa reynslu svona? Hefur ekki skrifað dagbók með? Nei, aldrei. Já. Ég reyndi það, ég hef margoft reynd það. En mér finnst það spóra leiðinlegt. Já. Guðni Gunnarsson, Róp Jóka snillingur, hann við þekkjumst. Og einhvern tíðan hafði ég fyrra þá hafði ég sambandið og hann sagði Guðni, þetta er ekki hægt, við höfum ekki talað saman í fleiri ár. Og svo borðum við saman á í Garðabænu, þannig á Garðatorgi eða hvað hann heitir. Og þá sagði Guðni við mig, þú ert að skrifa 2 bækur. Já. Og hvað það er að vera. Þú ert að skrifa bók bakverki. Og svo skrifa sjálfsæfisögu. Já, það er nefnilega. Það væri nú alveg tilefni til. En finnst þér sko, þú ert meira svona í þessu að spila og vera í kommunikasjóninu, vera í augnablikinu. Já. Einhvern veginn erfitt að þú segist þér svolítið móti skipulagi og hvernig finnst þér þetta of stíft að fara að skrifa það niður einhvern veginn? Ég hugsa sko að ef ég myndi byrja á því þá yrði ég sennilega alveg óstöðandi sko. Ég náttúrulega hef átt ævi sem ég segi nú ekki kannski skrautlega sko, en hún er margþætt. Og svo ég sko, ég í Kaupmannahöfn 69 til 77 og það hippa árin. Og ég algjörlega var skjörsamlega smitaður sko.
og ég sko, ég hef nú aldrei viðurkennt að ég sé einhver hippi, en ég flower power sko. Okay. Það svona minn partur, en ég sko, svo segir fólk, já, þetta hippa, þetta eyðilaðist alltaf eiturlyfjum og svoleiðis, það algjört rugl. Það var pólitíkin sem eyðilaði þetta. Allt í einu var fólk komið með Maos lille røde í vasan og það vitnaði Mao Zedong sko. Þá meldaði ég frá, ég sagði, nei, ég tek ekki þátt í þessu sko. Og þar kemur kreddan, það ekki svona? Já, sko, að festa sig í einhverjum svona hugsunarhætti sko. Já. Og það einmitt, ég var ekki að nefna Leon Festinger sko, með sko dissociation sko, að það sem að maður fastur í einhverju einni hugmynd. Og svo annar algjör snillingur sem heitir Ian McGilchrist sem hefur verið að skrifa sko munin á hægri og vinstri heila og ég geti nú talað það alveg sko. Já, þú myndist nú á það í síðasta spjall og við ætlum einmitt að ræða það næst, getur ekki aðeins gefa okkur smá hint? Sko, Ian McGilchrist skrifa bók. Ian McGilchrist hann mjög einkennilega menntaður maður. Hann byrjar á að verða bókmenntafræðingur í Oxford og hvað heitir það, bókmenntagagnrýnandi. Svo fyrir hann að velta fyrir sig býtu, af hverju skrifum við svona þegar við erum að skrifa bókmenntagagnrýni? Og þá fyrir hann í sálfræði. Og svo, já, heyrðu, og stúdera það og svo fer hann bara í læknisfræði og í geðlækningar og þaðan yfir í taugalífeðlisfræði. Þannig að þetta sko, hann svo harðmenntaður kallinn en samt sko gjörsamlega kreddulaus. Og hann fer að stúdera sko það sem að vekur hann er fyrirlestur sem maður sem hétt John Cutting sem var sko skurðlæknir hétt Cutting. Hann segir honum frá sko fólki sko ef fólk fékk heilablóðfall hægra megin þá sagðum við já, þetta ekki svo voðalegt að þeim getur talað því að svona talmiðstöðin sem framkvæmi talið hún situr vinstra megin. Og þessi John Cutting, hann segir Ian McGilchrist að það sé sko algjör misskilningur að hægra heilahvelið sé bara eitthvað svona auka dót sko. Það sé í raun og veru aðal heilahvelið. Og upp úr því leggst Ian McGilchrist í rannsóknir og næstu 20 árin að kynna sér allt munin á hægra og vinstra heilahveli og þá meðal annars að það nýta sér það að á tímabili voru gerðar aðgerðir þar sem að sko það mjög lítið sem tengir þessi tvö heilahvel, corpus callosum tengir það saman og sko menn tóku upp á því að fólk var með alvarlega epilepsíu, alvarlega flógaveiki að bara skera þetta í tvennt og það skiptir ekki svo rosalega miklu máli. Ég las heila bóku þetta fyrir 40 árum og fannst þetta mjög forvitnilegt að þarna sko bara þetta skorið í tvennt og svo skiptir þetta bara akkurat einhver máli. Ian McGilchrist, hann rannsakar þetta mjög rækilega og hann skrifa bók sem heitir The Master and His Emissary. Mestarinn og eiginlega aðstofamaður hans. Og The Master, það hægra heilahvelið. Vinstra heilahvelið, það svona eins og tölva. Það samlar upplýsingum, það skipuleggur. Vinstra heilahvelið í mér lítur að vera mjög lélegt sko, því ég get ekkert skipulagt. Og það sko og það þolir helst enga breytingar. Það svart hvítt og já og nei. Hægra heilahvelið, það já en og nei en. Já. Og sko vinstra heilahvelið, það sem sagt að það gerir mikið að það að safna upplýsingum
og síðan sko það sem er notað það fer yfir í hægra heilahvelið. Hægra heilahvelið, það er sko bara svo ég taki dæmi. Ef þú ert með fugl, og þetta er svona í öllum lífverum sem eru með heila. Já. Ef við erum með fugl og það er fullt af fræjum fyrir framan eða einhverju sem hún þykir gott, þá er hann náttúrulega að djöflast með gognum og taka þetta upp og éta þetta. Og það er vinstri heilin sem sér það. Á meðan er hægri heilin á útkíki. Að passa það að þessi fugl, hann verði ekki étinn sjálfur. Og það er það sem að hann skrifar þessa, hún er 600-700 blaðsíður þessi bók. Það er svona með augu í hnakkanum þá. Bara á ykkur skinn. Ég er bara alltaf að fylgjast með því sem gerist í kring. Og ef maður fer alveg 560 milljónir ára aftur í tíman, það er að segja fyrir Kambríu tímabil, þegar flestar tegundir verða til, að þá eru lífverðar mjög frumstæðar, þannig að það er bara að hanga svona hafsbotninum, þá er þetta ekki líf upp á landi. Og svo bara flýtur næringin inn í, þetta er allt opið og næringin flýtur inn og kvikindi nýtir sér þessa næringu. Síðan fara dýrin að éta hvert annað. Og þá hægt og rólega verður taugakerfi til, vegna þess að setjum sér svo að þú sett svona frumstæð lífvera og þú ert á botninum á út á hafsbotni. Já. Og þá skynjar það einhverja hreyfingu nálægt þér, því það gátu þessi kvikindi skynjað. Og þá er náttúrulega spurningin, er þetta eitthvað sem ég get étið eða er þetta eitthvað sem mun éta mig? Já. Og þannig verður smám saman þá eru taugakerfi til og þegar heilin verður svo til, þá er hann náttúrulega alls þeirra stjórnkerfi fyrir líkamann og hormónan og allt þetta En hann er umfram allt predictive, sem kallað er. Það er að segja, hann er að reyna að sjá fyrir hvað muni gerast og bregðast við því. Hann er að reyna það. Það er hans megin hlutverk. En þeir sem eru geðveikir einmitt verða paranoid, þeir halda allir séu að fara að éta, er ekki? Þá er einhver... Jú. Og svo segir hann það sem er hjá, hann tekur þetta Asperger sem dæmi, en það sem er hjá einhverfu fólki, það er að hægra heilahvelið, það fungerar ekki nógu vel. Heldur er það vinstra heilahvelið sem er ráðandi. Og þess vegna þola einhverfur krakkar enga breytingar. Við getum fengið æðiskost bara við einhverja smá breytingu. Já. En núna erum við þetta er náttúrulega skuggalega sjúklega spennandi. Mjög. Og svo skrifar hann, og þessi bók, hún er 700 blaðsíður eitthvað svo leiðis. Og ég kom inn í hana með því að ég hlusta mikið á hana á YouTube, Og svo les ég fyrir nokkrum árum, Ian McGilchrist er komið nýja bók og ég sagði, nú kemur eitthvað styttra. Hún er 1500 blaðsíður. Þá er hann eiginlega að útskýra allt það sem hann var búinn að segja í fyrri bókinni. Og ég ætla að segja þér skemmtilega sögu. Ég var á ráðstefnu á Isle of Skye í Skotlandi. Það eru 2 ár síðan, bráðum 3. Og hann býr þar, kallinn. Og mér döðlanga að heimsækja hann, en það stóð nú ekki til. En svo er ég, það var svona samkoma seint einn daginn verki og ég var fengið til að stjórna því ég verið að fá svo mikið verkjavandamál. Og ég byrja á að segja, vitiði það að Ian McGilchrist á heima hérna á Isle of Skye kannast engin við það. Þessi engin hvaða maður þetta var. Nú merkilegt. Svo ég sagði þeim frá svona, þetta sem ég er búin að vera að segja þér og svo svolítið meira. Og svo segi ég við þau,
I'm going to put you to a test. Ég ætla að prófa ykkur. Ef þið meðtakið þennan brandara sem ég ætla að segja núna, þá hægra heila kvöldi sennilega í góðu lagi. Og brandarinn hann svona. Engi pressa. 2 menn hittast. Annars segir við hinn, ég frétti að búin að stofna hljómsveit. Já, ég búin að þetta kvartett. Já, kvartett. Hvað margir í kvartett? 3. 3? Já, ég og bróður minn. Áttu bróður? Nei, akkur spyrðu. Þetta brandarinn. Og svo fylgdist ég með, og sumið bara ekki. Já, hvað fítusinn? Og þegar ég heyrði þetta, mér fannst það alveg drepfyndið. Brandari sem að vantar fítusinn nú í, það bara dásamlegt, En hvað segirðu þá ok, þá ertu ekki með þess að tæra, hvað þetta ef þér finnst gaman að þessum brandara og skilur öðrum skilningi heldur bara svona lógiskum, þá ertu með svona flæð á milli, það ekki líka eitthvað svoleiðis? Þá ertu með tengsl á milli heilahvelfina? Jú, ég get alveg skipulag, ég get alveg fókusera, ég sennilega með það sem kallað ADHD, Já, ég ætla að segja, hvað segir Ian McGilchrist ADHD þá? Mjög lítið. Nú, já. Því það talað svona vöntun á virkni á okkur stað í heilanum og það vísindalegt svona? Já, hann mjög varkár. Hann ekki að koma, því að nú þetta svo óbúslega mikið tísku fyrirbæri, þetta ADHD. Og einhverfur náttúrulega líka og Trump búin að targeta einhverfuna líka. Það eitt af því sem við getum alveg talað að eitt af því sem að gerast í læknisfræði, það að skilin á milli hins sjúklega og svo normal variants, þau alltaf að verða óljósari. Þannig að og ADHD mjög gott dæmi þetta að krakkar eru tiltölulega fljótir að fá, hann örugglega með ADHD og ég hef nú stundu sagt þetta bara veiðimaðurinn í okkur, hann alltaf á útkíkinu þarna sennilega einum og mikil virkni í hægra heila kvölin, ég veit það ekki en ég veit að það gaman ég átti að lesa 1500 blaðsíðna bókina, kannski stendur þetta í henni En það sem ég dettur aðeins hug þegar þú út frá því sem hún sagðir áður, það hérna varandi Kellogg og þessar svona rannsóknir sem eru kannski teknadóldi úr samhengi og núna mikið af áhugaverðum rannsóknum eins og þú ert að lýsa og þú ert að fylgjast með ennþá alveg fullu sem með því kannski framsaknasta sem að þá verið að fara hann á milli sviða eins og þessi Malkvirkist, hann hefur reynslu á mörgum sviðum en það ekki þá eitthvað í okkar kannski kapitalíska kannski kerfi að þannig að því það þarf að merka að setja það lyfja bransar eins og þú segir og það ekki tekið svolítið úr samhengi þá yfirleitt eins og þetta allir með ADHD, maður verður svolítið fljótt leið og ég hef mjög mikinn áhuga á ADHD pælingum og stundum óbærslega áhugavert að lesa en svo það einhvern veginn tekið úr samhengi og þá það tengt við ákveðin lyf og þá fer það út í svona einhverja kreddu Já, við þurfum að vera meðhöndla allan djúlinn Eitt af því sem hann gerir, hann McGilchrist, hann tekur Grikki og Rómverja hann aðalega taka það, hann að taka þessi gríðastóru samfélög þar sem að í byrjun ofboðsleg frjósemi það að segja andleg frjósemi það styttur og það skáld og það heimspekingar og rosalega mikið að gerast á því sviði smám saman þá þrengist þetta þá verður bírókratían til og þetta endar í spennitri og þá deyja þessi samfélög og hann tekur mjög góð dæmi þetta í einmitt grísku samfélagi og svo rómversku og svo segir hann við erum þarna Við erum að sjúkdómsvæða eitthvað sem við erum að setja allt í eitthvað system og system alltaf með einhverja lausnir sem eru vafasamar og þú ert að meðhöndla einkenni kannski þú ert að raunverulega reyna að lækna eitthvað sem
til þess að þú sem einstaklingur fallir að kerfi sem orðið steindautt eða eitthvað svoleiðis. Já, það alltaf verið að reyna að setja okkur á einhverja bása. En þegar þú varst að vinna á geðdeildinni í Kaupmannahöfn og áttærið á því að þú vildir ekki kannski fara áfram, ekki vera geðlæknir því að þú varst ekki sáttur við þessa meðferð. Mér fannst þetta allt og mikið lyfja og það enn mjög áberandi fólk sett á lyf, svo virkaði ekki neitt, þá bætum við þessu lyfi við og svo framvegis. Það oftrú á lyf. Já, þetta og hverjir íta undir þetta? Lyfjaðinaðurinn. Hann kostar rannsóknina. En svo ert þú þá núna á seinna árum farin að kynna næringafræði sem einmitt oft stilt upp til höfuðslyfjaðina. Sem gegnum spillt. Já, þannig að þú þessir að það líka spilling. Já, ef þú tekur bara mann eins og Walter Willett við Harvard-háskóla sem einn af gúrúunum í sambandi við plant-based fæði. Hann að mála hjá alveg fullt af fyrirtækjum sem ausa í hann peningum. Þannig að vegan kynslóðin kannski... Já, hann umfram allt að segja, við höfum að éta sem allra mesta grænmeti og segir ekki landlæknir að við höfum að borða grænmeti 5 sinnum og þetta, ef við tökum þær kynslóðir sem hafa verið langlífastar og frískastar, þá, ef við gleymum svolítið læknisfræði seinni tíma, því að hún náttúrulega búin að brengla þessa mynd alltaf mikið. Kynslóðirnar fædda sittkorum yfir 1900 í Japan og Íslandi. Þetta var fólk sem var alveg svakalega gamalt og var alltaf mjög frískt, en var mjög slitið. Eins og amma mín sem deyr nýrað, hún var mjög slitinn. En hún var alltaf frísk. Svo hún var farin að finna svo mikið til í hálsinum, ég held ég hafa reyndar hennar háls. Og svo var einhver sem sagði við hana, okkur fer ekki til læknis, hann getur örugglega gefið þér eitthvað við þessu. Fórum til læknis, fekk bólgueyðandi lyf, fekk blaðandi magasár og dó. Vá. Þetta svakalegt. Já, En þú sem læknir, þú náttúrulega þarna finnur að þú ert góður að kommunikera, verið í samskiptum við sjúklingana. Og þú finnur að það skiptir máli allavega með lyfjunum að vera í samskiptum. Þannig að þegar þú þróar þú ferð út í sérfræði, ekki bara þú ferð út í, það af rælni líka sem þú ferð í Stykkishólm byggir upp þessa aðalbak meðsla verkja miðstöð á Íslandi? Ef við tökum þetta frá byrjun, einstaklingur sem kemur til læknis, ef við tökum 100 einstaklinga við tökum eina viku hjá heimilislækni, hann sér 100 manns, þar af eru kannski 30-40 og nú þori ég ekki að fara, þetta mjög misjafnt eftir bæði landslutum og einstaklingum, en að 30-40 af þessum 100 ekki með neitt sjúkdóm, þeir eru með einkenni. Og hvað á þá heimilislæknir að gera? Hann á að spyrja spurninga. Og hann á að spyrja spurninga og hann á að útskýra og hann á að skoða fólk rækilega og svo á hann að taka ákvörðun. Hlusta, já. Já, og svo á hann auðvitað að hlusta á það sem verið að segja, Já. Og ef hann finnur enga sjúkdóm, þá á hann náttúrulega bara að segja, heyrðu, þetta ábyggilega eitthvað sem lagast bara sjálfur sér. Hvað gerðu menn í gamla daga, læknandir? Þeir gáfu fólki mixtúru. Taktu þetta og sjáðu hvort þú lagast ekki. Og flest af þessu lagast bara sjálfur sér. En aðalatrið þetta, spyrja, hlusta, skoða og taka svo ákvörðun. Með því að gera þetta, þá maður og síðan númer 5, passaðu það að verð ekki að senda fólk inn á einhverjar stofnanir í rannsóknir eða til sérfræðinga og í blóðpröfur og röntgenmyndir og svona ef þú ert ekki alveg handvissum að þú þurfi á því að halda. Þetta það sem mér finnst vera góð læknisfræði. Svona hún að vera. Við erum að verja sjúklingin í raun og veru. Við erum að verja hann
svo hann sé ekki að væflast í heilbrigðiskerfinu. Og ágæti maður Ingemar Ingemarsson sem að kendi okkur sónar þegar ég var að gera sónar á óléttum konum. Hann sagði, hvað er versti staðurinn fyrir konu sem er ekki í fæðingu? Hvað er versti staðurinn fyrir hann að vera á? Það er fæðingadeildin. Hún á ekkert að vera þar. Því þá er viðbúið að verið farið að setja eitthvað rít á hana og svona og það sést alltaf eitthvað. Þess vegna finnst mér sko, ég man ekki hver það var einhver pólitíkur sem sagði laði til að allir Íslendingar fengi að fara sko í almenna læknisskoðun einsunni, man ekki hvað var einsunni 2 ári. Það er rosalega hæpið og núna sko verið að bjóða fólki upp á sko segulóman af öllum líkamannum. 300.000 takk. Hvað ætlar að gera við svörin? Þegar þú fær svarið. Það er fullt af sko, ef þú tekur tölvusneiðmynd eða segulómun af mjóbakinu eða hálsinum, þá sérðu fullt af dóti, enga þýðingu. Hálsinum, ég hef stundur sagt við fólk, stundur kemur fólk til mín, eða kom, þegar ég var nú ennþá með móttöku, kom fólk og sagði, já, ég fór inn í myndatöku og sýnir sko hana, og C4, C3 og svona einhverja rosalega mikla breytingar og þá segi ég, veistu að hálsinn á mér, hann lítur ennþá verra út og ég finn aldrei til. Allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem með bakverki, sérðu líka hjá fólki sem aldrei finnur til. Nei, ok. Og hvað þýðir það? Það þýðir sko, verið ekkit að þessu. Ekki verið að senda fólki í mynd og sko, heimilislæknunum með vorkunn. Þeir segjast hafa 10 mínútur á hvern sjúkling eða hvort það eru 5, ég maður ekki sko. Og sko, og þá er svo auðvelt fyrir þá að segja að þeir viti ekki hvað þeir eiga að segja og þeir læra mjög lítið þessa hluti. Þá er mjög auðvelt fyrir þá að segja, já, heyrðu, við sendum þið inn í myndatöku eða við sendum þið til sjúkraþjálfara. Eða sérfræðings, kannski? Eða sérfræðings. Og sko, ég hef nú stundur sagt sko ágæta mann sem vann með mér lengi, heimilislæknir. Og svona viðkvæði hjá honum, hann gerði þetta sem ég var að tala sko. Og svo sagði hann við fólk, ef ekki bara bíða og sjá til. Og ég vissum að hann sparaði í samfélaginu milljarða, þessi maður. Þessi 30 og eitthvað ár sem hann var starfandi. Og ég kann góða sögu af Pétri Pétursinni frá Höllustöðum í Húnavatnssýslu, bróðir Páls Péturssonar. Frægur maður Pétur. Það var hann sem sagði að kraftlýftingamenn sem væru á sterum, eistunni það væri eins og rúsínur, það var eitthvað svo leiði sko. Jæja, kjaft var maður Pétur. Hann var í Bolungavík í þó nokkur ár. Svo gerist það á jólunum að það stíplast hjá honum, ég held að það verið stíplaðu vaskur og þetta var svona svolítið akút sko, þannig og framundar sko jólin og matartilbúningur og svona. Hann hringir í pípara á staðnum og lýsir þessu og segir, þú verður bara að koma og redda þessu sko. Og píparinn snér upp á sig og sagði ekki, ég fyrir ekki að fara á rúmhelgun degi og sinna einhverjum vaski út í bæ, hvað vilja segja þetta í þér maður? Og Pétur reiðist og heldur ræði og hann segir að ég er búin að vera hérna í öll þessi ár sem heimilislæknir tilbúin á nótt og degi að koma í vitjanir og tralalala sko. Og þá segir píparinn, já, ég skal koma og kíkja á þetta. Og hann kemur, labbar inn, gengur af vaskinum, fer hann í vasan, tekur upp 2 magniltöflur, hendir þeim í vaskin og segir svo, skulum sjá hvernig það verður á morgun. Það er aldrei eins hefnd. Þetta er snilld, sko. En ég ætlaði nú eiginlega að fara að segja svolítið eins og píparinn, sko, þetta hljómar ekkert svakalega vel, þótt að maður skilja þetta komið af reynslu þekkingu mikilli af kerfinu. Já. En það hljómar ekkert mjög vel svona að læknar að lausnin í heilbrigðiskerfinu sé svona að segja fólki þetta læknast bara og láta það få 2 magnil.
Sko, ef þú ert búin að gera þannig að þú getur með góðri samvisku farið á kottan kvöldið og sagt við þig, sko, ég hlustaði á þessa mannesku, ég skoðaði hana vel og ég komst að niðurstöðu og ég er búin að útiloka að sé eitthvað alvarlegt að. Þá getur maður sagt. Þá getur þú gert það, já. En ertu þá raunverulega að segja... Og sko, ég gerði þetta gjarnan þannig að ég sagði, sko, ef þú ert ekki ánir betri eftir svona 3 vikur, komdu það aftur. Já. Það er líka mjög góð lausn, sko. En er þetta einhver svona þá vandræðagangur að því að heimilislæknar hafa ekki raunverulega tíma til þess að hlusta almennilega? Þeir hafa rosalega lítinn tíma og líka, sko, þeir læra alveg svakalega lítið stoðkerfið. Við Jón Steinar, Jón Steinar Jónsson, sem er, sko, yfirlæknir þróunarsviðs heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Við vorum að kenna verðandi heimilislæknum í sjálfboðavinnu. Þessi fræði. Af því okkur ofböð, sko, hvað er lítið kennt við þetta. En það er líka kerfið ekki, einhvern veginn. Það er ekki svona nógu mikil áhersla á þetta að heimilislæknin haldi utan öll gögn og sé svona þessi sem á að hafa yfirsýnin eða hvað. Það er búið að gera hann eiginlega, sko, ég veit það ekki, sko. Móttökurittara bara. Það segi það nú ekki, sko. En það er búið að rýra svo mikið, sko, heimilislæknin, hann á að vera sá sem er með yfirsýn. Þekkir sjúklingin, þekkir fjölskylduna og, sko, og heldur í spottana. Passar það, sko, þegar ég var á Patreksfirði og ég er náttúrulega þar svolítið eins og kongur í ríki mínu, sko, því að fólk allavega á þeim tíma, það var ekki að skreppa frá Patreksfirði til Reykjavíkur, sko. En sko, já, þegar ég er þar, þá ég þora fullyrða, það fór enginn til sérfræðings að þess að tala við mig. En fólk vissi það líka að ég var mjög, sko, taldi ekkit eftir mér að vísa fólki til sérfræðis og oft, sko, þá var ég kannski með einhvern einstakling hjá mér sem var með svona bæklunarlæknisvandamál og ég, góðu vinur minn Svavar heitinn Haraldsson, 203 á hæð, hann var þá á Landakoti. Og ég, sko, ef ég fekk út svona vandamál, þá meðan sjúklingurinn satt hjá mér og tók ég bara símann, hringdi í Svavar og listi þessu og ég fekk alltaf þetta svar. Já, segði hann bara að koma á móttökuna á Maragötu á föstudaginn. Það var standardsvarið. Og máli leyst. Núna þarf þetta að fara í gegnum, sko, já, þetta ringi þetta númer og svo fær maður eitthvað svar, já, heyrðu, nei, hann ringi, já, guð minn góður. En fólk lýsir náttúrulega bara meira og meira eins og þessi bara lost, eitthvað bara algjörlega týnt í þessu kerfi. Ég er að vinna sem trúnaðarlæknir hjá Heilsuvernd og ég er að hitta, sko, allt upp í 17-18 manneskjur á dag og þetta er semst allt fólk sem er á veikindavottorði og ég á að meta hvort það er orðið vinnufært og þá hve mikið. Og þá fær maður einmitt þetta sem þú ert að segja, sko. Að, sko, já, ég get fengið tíma eftir, ég veit ekki hvað, einhverja vikur og tala ekki með það sérfræðingur, þá er það mánuður og svo framvið, sko. Og þetta er náttúrulega algjörlega glatað, sko. Og ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að það er orðið svo margt sem eiginlega ver þessa menn, þessa lækna. Þeir eiga að vera í framlínunni, sko. Og svo koma þarna inn í, held ég, grunar mig, sko, svona ákveðið metnaður hjá hjúkrunarfræðingum að þeirra hlutverk verða alltaf stærra og stærra, sko. Já. Sem ég finnst dapurlegt, sko, og ég er eiginlega, sko, ég vann í teymi í 27 ár. Já, því Stykkishólmi þá byggðir þú upp teymis og þeir byggðu upp. Já, við Lucia de Corte, við stofnum þessa deild 1992. Þá er ég búin að vera að læra út í London og komin með þessa stoðkerfisfræði með diplóm í því
og við fyrir svona að tala saman og svo ákveðum við að stofna deild stoðkerfisfræði og þrengjum það svo yfir í bara háls og bak. Og og sko við ákveðum frá byrjun að þetta skuli vera meðferð sem sko miðar að því að sjúklingurinn hann þurfi ekkert að koma aftur. Hann ráði við sín einkenni og viti alveg hvað hann á að gera og umfram allt hvað hann á ekki að gera sko. Og við erum þarna með sko, þá erum við með 5 sjúkraþjálfara og ég læknirinn og svo voru einstaka sinnum, svo við vorum með Jón Bjarnarsson var með okkur á tímabili og hann hafði mikinn áhuga á þessum fræðum. Síðan erum við með hálfan geðhjúkrunarfræðing og við erum með 2 aðstoðarkonur, hjúkrunarfræðing og sjúkraliða á skurðstofu, því ég var enn að gera skurðagerð og svo var ég að sprauta fólk. Og síðan sko hjúkrunarfræðingur á deild og starfsmaður á deild og prógrammið 2 sinnum 5 dagar, ekkert meira, punktur. Og í þessu teymi vinn ég svo í 27 ár og ég verð alltaf betur. Ég var einmitt að halda fyrirlestur núna á, hvernig var það? Bara í fyrradag held ég. Fyrir skandinavíska svæfingalækna. Sérst ekki 2 fyrirlestrar líka? 2 fyrirlestrar, jú. Og seinni fyrirlesturinn, hann fjallar þetta. Af því að við erum sko, ég var að stilla því upp þegar fólk með verkjavandamál. Hvar það í líkamannum? Og þá erum við að fást við sko, náttúrulega sko, verkin sjálfan, hvaðan hann kemur. Við erum að fást við sko, veika hlekki í bakinu sem verða til að því að við göngum á 2 fótum en ekki 4. Að því að villt dýr, þau fá ekki bakverki. Sko. Og svo erum við með vöðvastjórnun sem passar upp á hrygginn og rannsóknir í Ástralíu sýndu það á sínum tíma að sú stöðuleika stjórnun, hún dettur út þegar við fáum bakverki og það þarf að virkja hana upp á nýtt. Og síðan erum við með þennan heila sko, sem að í raun og veru sko, eitt af því sem heilin gerir þegar við fáum verki, hann sko, gamli hlutin af heilanum, hann í Afríku ennþá. Og það hann sem segir við þig að þú fær verki, felldu þig, annars verður étinn. Satt. Það það sem að heilin segir. Þessum erum svo gjörn á að fara að leggja okkur. Það það eina sem við megum ekki gera þegar við erum með bakverki. Við höfum ekki líka í rúminu. Og sko og það þarf að vinna með þetta allt. Síðan náttúrulega sko hinn félagslegi hluti sjúklingsins. Og sko, ég skal bara nefna dæmi að stutti eftir að við byrjuðum á þessu og sko, ég var sá sem matsjúklingana þegar þeir voru að koma nýir og það tók klukkutíma, heil klukkutími, spyrja, hlusta, skoða og og það kemur til mig kona með bakvandamál og ég spyr alltaf fólk, ertu gift, áttu börn, hvað gerirðu? Hvað hobby hefur og svo framvegis. Ég fer eins rækilega í söguna og ég tel tilefni vera til. Ég náttúrulega ekki alltaf að spyrja sko, hvað skónúmer notar eða eitthvað svoleiðis sko. Og ég segi við þess að konu, já, ertu gift áttu börn? Nei, sagði ég nú einstæð móðir. Og ég sagði með, já, ég hef nú verið einstæðu faðir, mér finnst það nú ekki merkilegt. Og ég segi, og hvað barnið gamalt? Hann 7 ára, nú, þá er svo með, já, þá sér hann þessi sjálfur. Er hann frískur? Nei, ég eiginlega búin að halda á hann í 7 ár. Eftir þetta, sko, þá ég alltaf spurt börnin, eru þau frísk? Og eins, sko, það er alltaf svo mikið skilnaðar
börnum nú orðið sko og þá spyr ég alltaf eru þið með sameiginlegt forræði, eitthvað rifrildi á milli ykkar því að sko fólk sem skilið það rífst oft í gegnum börnin sko og svo framvegis sko. Þannig að smám saman þú byggir upp teymið og þú byrjar sem bara hardcore læknir, smám saman eiginlega sérðu að þú þarft eiginlega taka sko, mig að vara ótrúlega mörgum þáttum. Við eiginlega byrjum strax á að vera svona nákvæm sko. Og svo náttúrulega sko, fyrst þegar ég fer til London þá fer ég á St. Andrews spítalan, hún hérna Patsy Syriacs, hún bauð mér þangað og hún sagði, heyrðu, þú verður bara aðna á St. Andrews í mánuð og það eru bara sjúkraþjálfarar þarna, engin læknar. Og þá áttaði ég mig á því að sjúkraþjálfarar, þeir fá fólk til að tala um allan anskotan sem það talar ekki við læknar. Og þarna, þetta í East End, þessi spítali, og ég var þarna með Michael Wright, hérna, frekar ungu, það var verið svona rúmlega 30 og það sem hann veitti upp úr konunum þannig, það sáði hann fara allt sko alveg dásamlegt að þetta opnaði svo augum mín að vera þarna í þennan mánuð og hann sem sagt vann sko, með þessar upplýsingar. Sko hann var kannski að meðhöndla fólk sko meðtaka mann eftir sérstaklega þeldu okkur konu sem hann var að meðhöndla og þá var hann svona gera svona sogaða nudd á fætinum á henni og svo var hann að tala við hann á meðan og hann var búinn að finna út sko hvað hann borðaði og hvað kallinn hennar gerði og hann bara allt komið sko það vantaði bara að hann færi að lýsa ástandir upp í rúmi sko ég lærði rosalega mikið og þarna lærði ég líka að koma við fólk verið ekkert feimið við það og ég gerði það alltaf fyrir vestan ég reyndar ég hætti því ekki alveg þegar ég kom í Hólminn en ég let fólk fara öllunum að nærfötunum og þegar ég var að segja Bandaríkjamönnunum frá þessu ertu brjálaður með láta fólk fara úr öllu og þú ert bara einn ertu ekki með aðstoðarmanniski með þarf ekki og þetta náttúrulega snýst líka það sko hvaða boð hvaða segja ósjálfráðu boð maður sendir fólki þegar maður að tala við það því ég held að fólk mjög næmt og það finnur strax sko hvort maður alvöru eða ekki traustsins verður líka eðsvoleiðis það þetta traust þarna á milli af því ég nefni alvöru þá verði ég að segja þér hérna ég var ekkert að fara á læknadaga eða ég hef nú oft verið með fyrirlestraðar og ég var að fara á læknadagana og ég kom svolítið seint og ég kem labbandi að þetta var í Hörpu og þá situr Haraldur Brím þar við borð þegar ég kem upp sem var sóttvarnalæknir sko í mörg ár og hann lítur á mig og segir loksins kemur hérna alvöru læknir og hvað meint hann? Ég verði að játa mér þótt svolítið vænt heyra þetta En var það ekki bara læknir þá sem með ástríðu fyrir lækningum? Jú. Og leggur sér fram? Já, kannski. Þú hefur gert, það ekki? Þegar þú segir, þetta var þín helsta svona lífsástríða, það var að... Og ég var náttúrulega, sko, ég og Ólafur Ólafsson landlæknir, við vorum góði vinir, sko. Töluðum oft saman og þegar hann var að hætta, sko, þá fekk hann að velja, ég man ekki hvað voru 10 eða 12 fyrirlesara, það var svona kveðjuhóf, þá var Ingibjörg Pálmadóttir, þá var hún ráðherra, sko. Og þá valdi hann mig til að tala stoðkerfisverkið, við þótti allir vænt við það. En undir niðri liggur kannski einhvers konar gagnrýni á, hvað það ekki, læknisfræði námið eða á, ef það eru mikið ekki alvöru læknum, það námið eða það Ég held að mannleg samskipti séu voðalega lítið kennd og líka sko að þetta nám okkar rosalega sjúkrahúsmiðað. Bara gamaldags ekki að þýleitinu svona. Ég svolítið sko og svo koma menn út í, ég mani til þegar vorum að fá sko aflýsingamenn bæði í Hólminum og fyrir vestan sko sem heilsugæslulækna. Þeir eru að senda fólki alls konar rannsóknir sem var sko, mér ekki dreymt að gera af því að sko
en þeir voru ennþá inn á spítala, sko. En nú náttúrulega sparnaður, þannig að það er þegar læknar, heimilislæknar kannski segja bara að hvort þetta jafna sig ekki, þá er það kannski líka af sparnaðar ástæðum, eða það er sent til sérfræðinga sem að stundum eru þá einkavæddir. Við áttum hérna smá syrpu, ég vísaði í það í upphafi þegar þú komst hérna og talaði, við vorum að tala um heilbrigðiskerfi fyrir kosningar, að þú hefur nú alveg svona skoðun á því, er það ekki, og reynslu af þessum einkavæðingar tilraunum í heilbrigðiskerfinu. Getur aðeins svona sagt okkur? Álit mitt á einkavæðingu hefur ekkert með pólitík að gera. Nákvæmlega 0, sko. Það vonda við einkavæðingu og sko, við erum náttúrulega búin að vera hér með sko einkarekstur eins og sko þegar ég er alast upp, þá eru allir heimilislæknar í einkarekstri. Sko, það vonda við einkarekstur er að hann býður upp á vonda læknisfræði og við viljum ekki vonda læknisfræði. Og þá er ég að tala um svona hluti eins og óþarfa rannsóknir, óþarfa skurðagerðir, óþarfa lyfjagjöf og svo framvegis, sko. En vonda læknisfræði, eins og þú hefur lýst, þá er það raunverulega, þá tekið úr heildarsamhengi, er það ekki? Það er bara... Já, það er náttúrulega eitt gallinn, sko. En sko, leið og við erum komin yfir, sko, ímyndaði þér á eigin Landspítalann og þú rekur hann sem fyrirtæki. Og Pétur Blöndal heitinn, við vorum bræðrasynir, við þekktumst vel, og hann kendi mér hagfræði og hún er svona: eina markmiðið með rekstri fyrirtækis er arður, punktur. Ekkert annað skiptir máli. Og hérna arður saman sem gróði bara, já. Og ef þú ætlar að reka hann Landspítalann, þú vilt náttúrulega hafa arð á honum, þú vilt græða á að reka hann. Hvernig fer það því? Jú, það kemur einhver einstaklingur með eitthvað vandamál, við skulum bara segja verk í hnénu. Og þú kannski skoðar hann, það er ekki víst, ég hef séð sko að bæklarannlæknar, þeir eru nú mjög fljótir að fara bara beint í myndatöku, sko. Og hann, sko, þú segir, já, senda inn í röntgenmyndatöku. Og þú átt röntgenið, sko, þannig að þú græðir á að senda hann í röntgen. Og svo í leiðinni þá fáum við svona blóðpröfu til að athuga hvort það er einhver sko virkur liðsjúkdómur á baku þetta. Já. Og þú átt rannsóknarstofuna líka. Svo fer hann í myndatökun og hann kemur aftur og þú sko að myndar, já, heyrðu, ætli verðum ekki að fá segulóman að þessu. Og svo sendir hann í segulóman. Þannig ertu komin í sko kostnaði upp á eitthvað 200.000 kall eða eitthvað svo leiðist. Ég er ekki vel inn í þessu. Og sko, og svo kemur hann, svo færðu niðurstöðuna úr segulómunni og segir, já, heyrðu, það er nú svolítið trosnað þarna, þú trosnaði liðþóin, sko, og svo eru svona hrufur innan á hnéskeilinni. Við skulum gera liðspeglun. Það er það næsta. Og svo fer hann í liðspeglun, þá ertu með svæfingalækni, þú ert með röntgenkontról og þú ert með aðstoðarfólk á skurðstofu. Þannig að nú ertu komin bara í hvað 1 milljón, sko. Wow. Og allt er það óþarft, það er öllum líkindum. Það eina sem það er, sko, þarna er heimilislæknirinn, hann myndi skoða þennan sjúklingur og segja, heyrðu hérna, já, ég finn nú ekkert merkilegt að þú með pínu skertar hreyfigetu hérna, öll liðbönd virðast vera í lagi og sko, ég ætla að senda þetta til sjúkraþjálfara. Því það er góð niðurstaða. Bæði er sko mjög líklegt að sjúkraþjálfarinn, hann komi með einhverja gáfulegar athugasemdir, sérstaklega ef þú hefur vitaði að vinna með honum, sko. Já, læknir og sjúkraþjálfari. Já, eins og við gerðum þetta fyrir vestan, sko.
og umfram allt þá ertu búin að segja við einstaklingin þú lifir þetta af. Það er engin hætta á að þetta sé einhver hættulegu sjúkdómur sem þú deyrð úr og ef það sýnir sig að þú lagast ekki við meðferð hjá sjúkraþjálfara þá skulum við skoða þetta betur. Þannig er sem sagt búið að losa hann við röntgenmyndatöku, blóðprufu, segulómun. En ekki sjúkraþjálfar, þau fyrirtæki ekki líka einkaveitt? Jú, ég meina ég hef ekkert á móti, Það er ekki einkavæðingin í sjálfu sér sem þú ert á móti? Nei, Kanadamenn eru með ágætis system. Það sem er kallað one payer. Það er að segja að þá er ég held að sé allt einkarekið. Það er allir með samning. Og samning við þennan sem borgar. Já. Og það er ekki verið að rukka fólk eitthvað auka, Þannig er Bandaríkin, þetta er alveg, og ég verið að lesa bækur eftir Marty Makary. Og það er nú eitt af því sem væri gaman að tala um. Það er Robert F. Kennedy Jr. sem er núna orðin heilbrigðisráðherra. Hann er að gera margt af viti, skal ég segja þér. Og það vitulegasta sem hann hefur gert hingað til, það er að ráða Marty Makary sem yfirmann Food and Drug Administration, FDA, sem ræður í raun og veru rosalega miklu. Og Marty Makary hefur skrifað 2 bækur, eiginlega 3. 2 þeirra á ég og ég er búinn að lesa aðrar og er að lesa hina. Önnur heitir The Price We Pay. Og þá er hann bara að lýsa því hvað það er sem fólk er látið borga í Bandaríkjunum. Og hárin rís á höfðun á manni þegar maður lesa þetta. Þannig er lýsir þetta með spítala sem ofrukkar alla. Og ef þeir eru maldi í móin, þá bara farið í mál. Og svo bara farið að draga af launum viðkomandi. Hinn bókin heitir Blind Spots og fjallar allt þetta sem við höldum að sé í lagi en er ekki í lagi. Hann tekur sem dæmi hormónameðferð hjá konum á breytingaskeiði. Í mörg ár var sagt ekki gefa þeim hormóna því þá fá það brjóstakrabba. Og þetta er rugl. Það er ein pínulítið rannsókn á bak við þetta og hún sýndi í raun og veru enga mun. Þannig að Marty Makary, hann segir, það er búið að valda 20 milljónum kvenna, ómældum kvölum. Og líka, það er að detta og brotna og beinin, stökk og svo framvegis, Þetta er eitt af því sem hann hefur tekið fyrir. Annað sem hann tekur fyrir, það er ofnæmi við netuofnæmi. Það er algjörlega búið til af AAP, American Academy of Pediatrics, að þeir gefa út eiginlega tilskipunum í fyrsta, þeir eru 1, 2, 3, eftir fyrsta árið þá getur þau gefið krökkunum mjólk, það sé kúamjólk. Eftir annað árið þá getur þú gefið þeim egg, eftir 3. árið þá getur þú gefið þeim hnetur. Og svo eru lönd eins og í Afríku þar sem það er byrjað að gefa krökkum hnetu súpu þegar þau eru 3 mánaða. Og hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir það að afleiðingin af þessu er að hnetuofnæmi, það æðir upp í loftið á næstu 10-15 árum. Já, og menn skilja ekki neitt í neina á hvernig stendur á þessu og svo segja já, fólk fer bara ekki eftir ráðleggingunum. Svo fer það að skoða málið. Þá kemur í ljós og þetta er sem sagt barnalæknar, samtök þeirra sem gefa þetta út. Engum dettur í hug að spyrja ónæmislækna
er þetta í lagi að segja þetta? Því þeir eru búin að vita í mörg ár að það besta er að velta krökkum upp úr skít alveg frá því þau eru 2-3 mánaða, sko. Já. Og láta þau fá alls konar ofnæmisvaka. Ég er hræddur að þau umgangast dýr og svo framvegis, sko. Og þetta tók, sko, svo endar það með því, og sko, svo kemur í ljós, það er engin rannsókn á bakvið þetta. Það er engin rannsókn þar sem að, sko, er skipt kannski 1000 krakkar, 500 mega borða hnetur, hinn 500 ekki, og hvað gerist? Samanburðar rannsókn, aldrei gert. Svo er ágætur maður, held ég í Bretlandi, sem tekur til og gerir svona rannsókn á, sko, minnir á 3000 einstaklingum, krökkum. Og það var 86% munur. Það voru svona sagt 86% meiri líkur á að krakkarnir sem ekki fengu hnetur, að þau fengi ofnæmi. Wow. Hugsaðu þér. Og hann segir frá því að þetta er hneta á gólfið í skólarútu og hún var tæmd. Krakkarnir voru reknir út og svo að fengi maður, sko, til að fjarlæga hnetur. Það var eins og þetta var í sprengja, sko. Já. Því og annað. Ég veist að Bandaríkin eru, sko, greinilega eru Bandaríkjamenn mjög auðtrúa. Þeir eru búin að láta ljúga að sér í, sko, áratugi. En er það ekki út af þessu, þú veist að þú ert lögsóttur, af því að það er eitthvað svo, ef einhver verður fyrir því, af því það eru einstakar alltaf sem eru með bráðaofnæmi fyrir hnetum. Já, og þá geta það er þetta mjög sjaldgæft, sko. Já, en þá geta foreldrarnir eða einhverju geta sótt rétt sem og kært, af því allt er fyrir... Bandarískir læknar er alltaf skítræddir við að þeir lendi í málaferðum og það er svo sem ekki af því að þeir séu hræddir við að þurfa að borga einhver rosalega sekk, heldur að því að það er svo dýrt að standa í málaferðum. Já. En þannig að þarna er nú gróðakerfið hefur orðið, sko, heldur betur. Já, enda, sko, bandarískt heilbrigðiskerfi kostar 2-falt á það sem okkar heilbrigðiskerfi kostar. Sko, miðað við höfðatölu. Og ef maður, sko, Kanadamenn gerðu rannsókn á kostnaðinum við, sko, administrasjónina á þessum 2 kerfum, þar að segja því kanadíska og því bandaríska. Og það bandaríska 4 sinnum dýrara. Og náttúrulega misskiptingin þar hver fær að, njóta þjónustunar. En ef við snúum okkur í Íslandi, við höfum nú ekki kannski mjög mikinn tíma, en getum við samt, sko, þú sagði mér hérna síðast að þegar að þið ætluðu eiginlega, var það ekki að halda áfram með ykkar deild, sem sagt þverfaglegu nálgun í verkja og bakverki hérna í Stykkishólmi. Þverfaglega heildræn teymisbundin nálgun, það er voða flott, sko. Já, ég meina maður myndi halda að það væri svo flott og sérstaklega maður hefur, sko, heyrt í mjög mörgum sem hafa komið til ykkar og þín og bara hafa fengið þvílíkan bata. Já. Að þá eiginlega hugsa maður, af hverju er þetta ekki eitthvað módel sem er meira farið eftir, af hverju er þetta ekki víðar lands, af hverju er þetta ekki Reykjavík meira svona þessi teymisbundin? Ef þú kíkir upp í Hæfi, þar sem ég vann nú á tímabili, að þá segja þau að þau séu með svona starfsemi, sko. Sko, það er munur á multidisciplinary og interdisciplinary. Og starfsemin okkar í Hólminu var interdisciplinary, sem þýðir það að allar ákvarðanir eru teknar sameiginlega. Við vorum með 2 teymisfundi á viku og þá fóru allir í gegnum alla. Og það er interdisciplinary og það er, held ég, eitt lykillinn að góðum árangri, sko. En þannig er þetta ákveðin nálgun, læknisfræðileg nálgun og þetta að rannsóknir séu gerðar og það sé tekið markar, það séu settar í samhengi og svo leiðis. Þetta er svona læknisfræðileg bara nálgun og svo er hitt þetta með einkavæðinguna og maður, ég skil ekki, getur aðeins útskýrt, sko, hvað... Það var þrísvar reynt að einkavæða þessa starfsemi. Já, það var svo leiðis. Sko, fyrsta tilraunin, þá kemur hann ágætur maður sem var reynda þekktur í samfélaginu og hafði unnið, starfaði í ráðuneyti og svo framvegis. Hann kemur þarna og það er held í árið 2000 og hann segir, sko, vera
fulltrúi fyrir hóp fjárfesta og þeir vilja kaupa sjúkrahús samt í Fransísku spítalann, bara eins og hann leggur sig, sko. Að því þetta gekk vel og... Já, og við vorum þetta tveir, ég og Róbert Jörgensen, framkvæmdastjóri. Já, og hvað, já, og við viljum fá þig, benda á mig, til að koma á fót alþjóðlegri meðferðardeild fyrir baksjúklinga. Já. Og var þetta ekki svolítið heillandi? Var þetta ekki svolítið freistandi? Og með þá skurðlækningum og öllu saman, já, allt heila klammið. Og ég segi, já, þetta er hægt. Þetta náttúrulega kostar óheimi, þá yrðum við að vera með segulómin hérna í húsinu og tölvusneiðmyndatöku og það fólk sem þarf náttúrulega til að sko sjá til þess að það fungeri og svo sko eru tveir möguleikar annarkvort þá vinnum við alveg brjálæðislega núna næstu 2-3 árin og ávinnum okkur nafn út í heimi og þá getum við farið að bjóða þessa starfsemi hverjum sem hvar sem í heiminum. Ég hafði náttúrulega verið á svona klíník sko sérstaklega í Bandaríkjunum. Og hinn möguleikin er að við ráðum hingað fræga sérfræðinga sem ég þekki og ég var ekkert að ljúga því sko. Ég hafði kynnst sko mönnum sem voru í fremstu röð í heiminum. Hvort tveggja kostar óhemja peningum. Allt í lagi, nóg til. Og þessum fundi lauk þannig sko að við ákváði að við skulum svona sofa svolítið á þessu og velta þessu fyrir okkur. Ég sagði aldrei nei sko, ég sagði ég ætla að velta þessu fyrir mér. Þetta eru athyglisverðar hugmyndir og væri náttúrulega algjört ævintýri að mér er hreint í framkvæmd. Svo springur .com bólan áramótin. Og þá allt í einu kemur í ljós allir þessi peningar sem áttu að setja þetta var bara inn í tölvu. Og ég hitti þennan mann í Sundlaugin í Stykkishólmi einhvern rétt eftir áramótin og segi við hann, já, er þið ennþá ákveðnir yfir? Næ, svona, já, það sljákkaði nú mikið í honum. Og ég segi, ég er nú búin að hugsa þetta heilmikið og ég held í raun og veru að til að byrja með það væri best ef við værum að okkar deild væri ráðgjöfandi. Já, hún líst vel að það og svo síðan höfum við bara ekki talað saman. Næsta tilraun sem ég gerð, það er nokkrum árum seinna. Þá kemur framkvæmdastjórinn til mín, þetta er svona sennilega sko á árunum fyrir hrun, 2006, 2007 eitthvað svona. Þá kemur framkvæmdastjórinn til mín og Róbert og segir, heyrðu, það er hérna maður og hann nefnir nafnið. Hann vil gjarna setja fullt af peningum í háls- og bakdeildina. En er þetta ekki ríkisreikið núna? Jú, og var það þá náttúrulega sko, kaþólska kirkjan hún hættir að reka þetta, ég man ekki, ég þori ekki að fara með það hvenær það er rosalega langt síðan. Og hérna, já, hann segir sko, hann er reiðubúinn að setja heilmikla peninga í, þá hafði einhver ættingi þessa fjárfestis verið á deildinni. Og ég er svo bláugur sko. Ég segi, já, en gaman, ætla hann að styrkja starfsemina. Já, hann er kannski ekki alveg það sem hann á við sko. Þá ætla hann semst að kaupa þetta. Og ég sagði bara, já, sko, þetta fungerar rosalega vel eins og þetta er núna, bæði sko faglega og fjárhagslega og ég sé ekki ástæðu til að fara að þiggja einhverja svona greiðslur sko. Svipaleyti þá er virðulegur pólitíkus sem var á tímabili ráðherra að hann segir þessa starfsemi og hann þekkti hana í gegnum tengdafólki segið. Sko, þá bara fjölga rúmum í 50 og einkavæða þetta. Það var svona standardinn hans sko. Þetta er sem sagt númer 2, tilraun númer 2. Þriðja tilraunin
hún svo gerð rétt fyrir áramótin 2007-2008. Þá hrunið komið, sko. Eða hrunið var það 2008. Já, það ekki. 2008, já, þá þetta fyrir áramótin 2008-2009, sko. Þá hringt í mig og sagt, heyrðu, heilbrigðisráðherra vill sameina háls- og bakdeildina Reykjalundi. Og ég segi til hvers. Hver hinnar faglegu forsendur? Já, þá var þær faglegu forsendur voru að honum leist bara rosalega vel á þá hugmynd. Og ég held að galdurinn liggi í því að strangt tekið Reykjalundur einkarekin. SIBS á Reykjalund. Og ég segi já, svo hringir ráðherra í mig og ég var einhvern tíðan eftir að segja hann það að ég var með skítu, ég var heima og var með skítu og ég sat heil á klósettinu og ég talaði við hann. Og ég náttúrulega segi eins og ég vanur, sko, svara svona af rælni, sko. Já, það má, við skulum bara ræða þetta, sko. Ég hef alltaf verið til í að ræða hlutina. Ég fór á 6 fundi í ráðuneytinu. Og það var sko reynt að samfæra mig að þetta væri það besta, sko. Og mér minnist að, sko, ég kem á fund, þar Hjördís heitinn sem var þá, sko, hún var lækningafórstjóri á Reykjalundi, frábær manneskja, og Birgir Gunnarsson sem var, sko, framkvæmdastjóri, þau eru þarna, og svo Gunnar Alexander Ólafsson, sonur Ólafs landlæknis. Hann var að starfa þá í ráðuneytinu. Og þegar ég kem inn á þennan fund, þá lítur Hjördís á mig og segir, veistu að ég kem jafn mikið af fjöllum og þú. Og ég segi, já, ég bíð alltaf eftir að heyra einhver fagleg rök, sko. Já. Af því að, sko, nálgun Reykjalundar okkar er mjög ólík. Reykjalund er mjög mikið með hugrana atferlismeðferð og, sko, þó að þetta væri svona multidisciplinary, þá vann hver fyrir sig. Það var engar ákvarðanir teknar sameiginlega. Og svo kem ég þarna, sko, allir þessi ekki fjórða skipti sem ég kem hana, þá Gunnar Alexander hana og ég man ekki hverju voru fleiri og þá skynja ég á hann að þessi búið að taka ákvörðun og ég spyr hann, búið að taka ákvörðun á þetta? Já, sko, ráðherra vildi endilega að þetta yrði klárt fyrir áramót. Já. Og ég stóð upp, pakkaði tölvuna á hann í bakbókan og sagði, þetta verður án mín, ég segi upp á morgun, verð sæll, og fór út og hann eldi mig og var með einhverjar útskýringar. Og ég fór hérna heim í íbúðina og þar var Erla, það var þetta kona mín og ég sagði, ég verð kannski verið atvinnulaus á morgun. Síðan haldinn 50 fundurinn. Hann haldinn í ráðuneytinu á mánudagskvöldi 8:00 með ráðherra í forsæti. Og þarna eru staddir, sko, framkvæmdastjóri SIBS og fullt af fólki, ég veit ekki hvað, 10-15 manns þarna, sko. Og sauma að undirrituðum, sko. Og ég sagði alltaf, sko, ef þið komið með fagleg rök, sko, Magnús Ólason til dæmis, hann var aldrei þarna með og var hann þó svona aðal heilin í starfseminni á Reykjalundi. Já. Og ég segi, sko, ef þið komið fagleg rök, þá ég til viðræðu, annars ekki. Við erum með, sko, velrekna starfsemi, faglega og fjárhagslega. Reykjalundur alltaf á kúpunni og alltaf að biðja meiri peninga. Og hvað, ég meina, og auk þess sko, nálgun þess, faglega nálgun þessara tveggja staða gjörólík. Já. Og svo og þetta endar með því að ráðherra segir, þessu verður ekki troðið hon í kokið á neinum. Ég sá hann var bara mjög reiður, sko. Og það var maður sem vann hann í ráðuneytinu, sem sagði við okkur, Róbert, þegar við vorum komnir út, djöfull var ég stoltur af ykkur. Þarna var staddur Guðjón Brjánsson,
sem seinna, sko, þetta 2 árum áður en allt Vesturland sameinað í heilbrigðisstofnun Vesturlands. Og Guðjón Brjánsson staddur þannig, hann var þá framkvæmdastjóri á Akranesi. Og þegar við erum á leiðinu út, þá segir Guðjón við okkur, Róbert, ég ekki viss að ég geti fjármagnað þetta. Og það var nú svona upptakturinn af seinni samskiptum okkar við þessa stjórn sem að sko anskotaðist út í þessa starfsemi alltaf. Og að djöfulega við hana, sko. En það vissuðu í raun og verið ekkert út á hvað þetta gekk. En býtum við þannig að raunverulega komið þarna, að þarna gengur vel, það góður rekstur, fagmennska. Já, og sko mjög mikla viðurkenningar. Sko. Mikla viðurkenningar. Sko meira að segja, sko, Halldór Jónsson, prófessor í bæklunarlækningum, Aron og þeir á taugaskurðdeild Borgarspítalans voru sko algjörlega inn á þessari línu. En sko, Jósef Blöndal, þetta hljómar samt svona meira bara eins og glæpasaga. Þú segir hérna, þetta gengur vel, af hverju ekki hægt að fjölga þá rúmum 50, af hverju sér ekki ríkið sér hag í því að halda þessu innan sinna vébanda, ef þetta gengur svona vel? Spurðu heilbrigðisráðuneytið. Af hverju vill þá ríki beita sér við að þetta sé einkavætt og hótar því óbeint kannski að minnka fjár? Já, það liggur alltaf sko svona ákveðin hótun á baki. Sko. Þannig að raunverulega og hver, að því talandum að vera bláaugur, sko þetta mantranum að græða og einkavæða. Já. Það ekki faglegt þarna, því þú hafðir alveg verið til í einkavæðingunni ef það var á faglegum grunni. Það var bara engin fagleg sjónarmið. Þetta engin fagleg sjónarmið, já. Og ríkið ekki að hugsa faglegu sjónarmiðin. Já, eftir 7. fundin. Já. Þá Sveinn Magnússon, hann eini læknirinn í heilbrigðisráðuneytinu og ég var satt að segja ekkert alveg klára á hvaða tilgangi hann þjónaði alla því þeir urður alltaf að vera með einhvern lækni, Sko Páll Sigurðsson, læknir, hann var ráðuneytisstjóri í 25 ár, þangað til 1995. Hann var afburðamaður. Hann og Ólafur Ólafsson, þetta voru máttastólpar í íslensku heilbrigðiskerfi. Jæja, allavega, þá ég boða, sko Sveinn var ekki við þegar allir hinir fundirnir voru haldnir, hvort það var ekki 50 ára var haldið bóða í París eða eitthvað, sko. Og þarna hann kominn og hann hringir í mig og segir og að halda fund með þeir og það sem 7. fundurinn í heilbrigðisráðuneytinu og bara við 2 og hann reyndi að samfara mig að þetta væri það viturlegasta sem við getum gert og ég sagði, veistu það Sveinn, ég hef ekki heyrt nein fagleg rök á bakvið þessa tillögu. Og svo sagði ég við hann, segðu mér nú, Sveinn Magnússon, af hverju sækið þetta svona fast? Þá kom svarið, já, þetta býður upp á ýmsa möguleiki fjármögnun. Það var á bakvið þetta, sko. Í fjármögnun, en fjármögnun hvers, sko? Ég meina, sko, leiðu þetta að komið undir Reykjalund. Já. Þá gáttu fjárfestarnir bara komið, sko. Setti þetta peninga. Já. Þannig að hann sem opinber starfsmaður að vinna fyrir... Já, eiginlega á þessa... Já, þessir sem að ganga hart eftir því eru raunverulega að vegna þess að ef við gefum þeim smá kredit þá trúaðu því að þessi fjárfesting sem þú varst að lýsa áðan, þegar kemur fjárfestir og tala við þig og segir og þú segir þá hægt að kosta það að sérfræðingandi komi. Já. Þetta var mikið ævintýri, sko. En þú varst ekki tilbúin að segja já við því og treysta því að þessi fjárfestar... Nei, sko, ég myndi bara heyra faglegur og við sögðum það frá upphæfi þegar við stofnum þessa deild. Sko, þegar við stofnum hana 1992, þá sjúkrahússtjórn yfir sjúkrahúsinu. Og það talaði þetta á fundi og þá segir formaður sjúkrahússtjórnar og ég ætla ekki að nefna henni nöfn, sko. Hann segir, já, við þurfum endilega, sko, við þurfum bara að koma þessi blöðin og fá hérna ljósmyndar og svona og taka myndir og segja frá þessu, sko. Og ég barði borðið og sagði, kemur ekki til greina. Ef þetta góð starfsemi,
þá kemur fólk. Ef hún er ekki góð, þá kemur enginn. En inn í þessari sko heila, þessum hérna frjálshyggju heila þótti liggur svolítið að það sé ekkert eftirsóknarvert að svona tilraunastarfsemi og framúrstefnuleg faglegt starf að það eigi sér stað innan ríkisins. Þetta var í orðið bara einhver svona mótsögn að þið verður að gera þessa hluti þarna. Þannig ef það er eitthvað svona framúrstefnulegt þá á einkavæða og fjársvelta síðan. Þetta er bara þetta klassíska sko að ríkið, háskólanir, byggðarlög, bæjarfélög, þau standa fyrir einhverju þróun og svo þegar fer að hylla undir einhvern ákváða, þá koma fjárfestarnir og segja við skulum reka þetta og svo kemur alltaf þessi mantra sko að það sé miklu ódýrara, einkarekstur sé miklu ódýrara og það er náttúrulega tómt kjaftæði sko, búið sína fram á það margsinnis, það er algjört öfumæli sko. Og ekki ódýra heldur fyrir sjúklingin, nei. Segir, sem að villist síðan í einhverju og það er engin Sjáðu bara hérna Apple, iPhone, hvað á Steve Jobs og þeir félagar, hvað eiga þeir mikið í því sem er í svona iPhone? 5%. Restin er þróuð í háskólum, hjá NASA og svo framvegis sko. En gróðin kemur allur síðan. Gróðin, hann fer svo hérna leiðina. En hugsa sér hvað ríkisvaldið er vitlaust, sko. Já. En hefur aldrei ríkisvaldið hefur ekkert fjármálavit og... Nei. En samt hefur aldrei gegnum tíðin einhver, sko, einmitt eftir hrun og svoleiðis, voru þá ekki einhverju sem sögðu þetta gengur vel þarna, við skulum vera stolt af því sem ríkisvald og reyna hérna efla, auka fjármagnið í það, jafnvel að fá þekkingu ykkar og hérna tala við sjúkrahúsið á Neskaupstað og það hefur aldrei verið svoleiðis. Nei, ég hef svona lævísan grun en ég þor nú ekki að endilega bera það á borð sko að það sé svolítið verið að hegna okkur sko. Að þið spiluðu ekki með. Að þið spiluðu ekki með. Og voru með kjaft. Já, og ég, sko, og þessi stjórn heilbrigðisstofnunar Vesturland, sko, sem var eitthvað bara, endalaust að biðja okkur, þau verið að sýna okkur svona hvað þeir gera, og ég á sko fleiri glæru sýningar. Svo kemur, það er alltaf gaman að segja frá því, maður heitir Rögnvaldur, eða ég held að hann sé nú á lífi ennþá, hann var yfirmaður háskólasetra í landinu. Hann kemur í Stykkishólm, situr greinilega mjög langan og leiðinlega fund með bæjarstjórninni af því að það er svona háskólasetur þar sko. Og þegar hann ætlar að standa upp þá getur það ekki, hann er með svo mikið bakverk. Hann er bara með lúmbak og bara með svona hexiskúð sko í bakinu. Og þeir segja við hann sko, já þú gast nú ekki fengið þetta á betri stað, fara með hann upp yfir til mín. Og ég náttúrulega tala við hann og hlusta á hann og skoða hann og svo setja hann upp á bekk og nota aðferði sem ég lærði af Robin McKenzie sem var sko nýsjálenskur mikill snillingur í sjúkraþjálfun og kendi fólki sko aðferði til að laga einmitt svona bakverk sem er nákvæmlega sami bakverkur og kýrópraktorar og nikkingar geta lækna. Ég lærði nikkingar og notaði þær í mörg ár. Já, þú hefur nikkt bara, já, annarkvæmt mann það í Patreksfirði. Já. Já, en Rögnvaldur er þarna? Rögnvaldur, já. Og ég segi vel, ég ætla að láta það gera hérna æfingu sem ég læt fólk oft gera. Því þú hefur fyrir þetta er svona bráði bakverkir og þetta virkar oft á þá. Ég læt hann gera þessa fettu æfingu, maður ekki hvað, 5 eða 10 sinnum, verkjalaus. Í framhald af því er okkur boðið á fund í háskólanum, þar sem okkur er boðið að kynna þessa starfsemi. Og náttúrulega tökum því fegin sendi og þar á meðal var hún Tinnalaufi sem var hann með okkur daginn.
Og ég að segja við þau sko, hér kjörið tækifæri fyrir til dæmis mastersnema eða doktorsnema að gera úttekt á þessari starfsemi og sko almennilega rannsókn og birta hana í viðurkenndu tímariti sko. Síðan heyrði ég ekkert meira frá þeim sko. Og ég saði henni Tinnulaugu við þetta daginn þegar við hittumst hérna sko. Já. Og ég reyndar sko, sá fundur var nú, ég satt nú svolítið á mér þar sko. Hún sagði meðal annars á þessum fundi okkar við Rauðaborðið að ef hún, ég sagði frá því sko, ég hefði komið 1984 til landsins, þá var ég búin að vera erlendis 15 ár. Og hún sagði sko, ef ég mætti velja á milli heilbrigðisþjónustunnar eins og hún var þá og svo í dag, þá myndi ég sko velja heilbrigðisþjónustun í dag. Ekki ég. Það var orðið heilmikla framfæri. Það er á tæknisviðinu. Já. En hún var nú að tala á tæknisviðinu, var það ekki? Eða hvað? Nei, bara almennt sko. Og þarna á þessu sama fundi, ég má til með að koma með það líka. Þarna satt maður sem hafði, ég man ekki hvað hann var, hafði hann verið forstjóri eða framkvæmdastjóri klíníkurinnar. Já. Geðum maður og greinilega mjög vel að sér. Og ég segi sko, varðandi svona einkavæðingu og einkarekstur, þá lærði ég mína hagfræði af Pétri Heitnum Blöndal. Og hún er svona, eina markmiðið með rekstri fyrirtækis er gróði. Og þá tók hann viðbragð þessi maður og fór að tala sko hvað væri gott gæðaeftirlit hjá klínikinni. Og það myndi mig á sögu sem Höskuldur Þráinsson, prófessor emeritus, sagði mér fyrir mörgum árum af sveitamanni sem hann þekkti mjög vel, sem var var sveitamaður par excellence sko, hann var virkilegu sveitamaður. Og hann fór í viðskiptafræði og enginn botnaði neitt í sko, djöfu, hvað er hann að gera í viðskiptafræði? Hvað er hann ekki í búfræði eða eitthvað? Hann hættir eftir, ég held 1 eða 2 mánuði og Höskuldur sagðist hafa spurt hann sko, af hverju hættir í viðskiptafræði? Já, sagði hann sko, það var nú svona einstöku stað í þessum bókum á þessum fyrirlestrum, þá var minnst á það að maður geti verið heiðarlegur, en þá var þessi jafnan getið hvernig maður geti grætt á því. Mér datt þessi saga í hug af því að sko, af hverju er með gæðaeftirlit? Þegar þið var ekki með það, þá fengið þér ekki eins vel borga. Þetta var einfalt mál. Það er náttúrulega ekki hægt að líka sko græða því þegar að þú læknar einhvern með því að bendurum á einhverju hálfgerðar jókaæfingar þá þarft ekki að senda hann í segulómununa sem er þá einkavætt eða í rannsóknirnar og þannig að kerfið hérna verður ekki eins svona, græðir ekki eins mikið á þessum blessaða verk. Þannig að þú ert kannski svona andkapitalískur bara í nálguninni að þú ert, eins og þú talaði hérna líka síðast hjá mér sko, að þú ert raunverulega að kenna fólki svolítið að bera ábyrgð á taka ábyrgð á sínum verkjum eða svona, og á meðferðinni sko, vera virkt í meðferðinni, ekki bara halda að það læknist með einhverju utanakomandi. Það er ágættur maður sem, og ég þori nú alveg að segja nafnið hans, Artúr Bógason. Hérna, hann er hvað er hann, formaður félags smábátaeigenda. Helvíti öflugur kall, svona reffilegur. Hann var á deildinu okkar fyrir vestan. Svo heyrði ég viðtal við hann í útvarpinu. Þess vegna finnst mér allt í lagi að segja þetta sko. Og þá sagði hann, þetta voru ströngkverfi í lífi mínu að vera á þessari deild. Meðal hann sáttaði ég mig á því, þetta er minn verkur. Annar maður sem ég ætla að leyfa mér að vitna í. Ég var með námskeið hjá Endurmenntun. Og það voru 50 maður sem mjög vel mætt. Og þegar námskeiðinu líkur þá stendur upp maður og heldur ræðu. Og ég náttúrulega, og segir frá því að hann hafi verið á deildinu okkar í þessar 2 vikur eða hvort það voru 3 ár, ég maður ekki. Og eftir þessa meðhöndlun á þessari deild þá fór hann hringinn í kringum hnöttin á mótorhjóli.
og hann færði mig bókina, Hringfarin, svakalega flott bók. Það veist að hún svo stóra, það ekki hægt að vera með það upp í rúmi, því ég les mjög mikið í rúminu. Það er bakverk, en sko að því við byrjuðum spjallið á rælninni, þú sagði að þú svona tóltið, þú hefur tekið ákvarðanir eða ekki ákvarðanir, heldur svona af rælni svolítið, lent, kannski stærstu ákvarðanirnar og sumar góðar og sumar ekki góðar eða svoleiðis. En þú treystir svolítið á þetta, en svo hins vegar þegar verið að bjóða þér að einkavæða, hvernig þér lítist á að lífstarfi þitt sé einkavætt og gróðavætt á, hugsanlega, þá lætir þú ekki kylfur á það kasti, þar kemur réttlætiskendin þá líka Nei, og eins og ég ætla að segja við áðan, sko, að þegar við byrjum með þessa deild, að þá erum við að segja, og það var þess vegna sem ég sagði, sko, við hefjum þessu starfsemi, ef hún er góð, þá kemur fólk, annars ekki. Og við vorum á því alveg frá byrjun, við látum faglegu sjónarmiðin ráða. Og við reynum að viða að okkur eins mikilli þekkingu og þjálfun og við mögulega getum, og sko þjálfararnir, það eru fjórar þarna núna, þetta er allt konur sem unnu með mér í meira en 20 ár, sko. Og þær eru búin að fara, sko, til Þýskalands, til Danmerkur, Skotlands og svo fram við að læra, sko, fyrir utanáttulega námskeið sem hafa verið haldin hér, sko. En er sem sagt ungt fólk, læknar og sjúkraþjálfar og öllu, þau tilbúin að taka við þessari þekkingu og þannig að þetta svona haldist? Ég held það. Og meðal annars vegna þess að þetta er faglega, finnst mér allavega, og ég fann það, sko, því ég var að messa yfir þessum skandinavísku svæfingalæknum, sko, að þeir voru alveg undrandi, sko, rosalega er þetta vel undirbyggt hjá okkur, sko. Og þarna er þetta náttúrulega fyrir alla, því að þú hefur nú lýst fyrir mér að þú ert svona róttækur þannig að þú ert ekki tilbúin til að fara inn í einhverja kreddu hugsun. Ég meina, ég mér finnst bara, sko, þessi gróðahyggja og hroki eiga til þeirra fortíðin. En svo bara sér maður að það stefnir á mörgum viðstöðum í hina áttina, sko. Og hvernig líst þér svona á sjúklingana sem þú hittir í dag og bara á Íslendingar sem sjúklinga? Sko, ég er núna að fást við að meta fólk sem er búið að vera á vottorði. 9 af hverjum 10 eru konur. Það segir sína sögu. Og ég veit ekki, sko, ég þori ekki að tíunda, sko, hvað það er gera á þessu framvegis, því að ég veit ekki hvort ég má það, sko. Nei. Ég var einmitt að einhvern tíðan að tala um það við hann Teit sem er yfir þessu, hvernig væri að fá einhvern krakka til að gera úttekt, sko. Og við reyndar, sko, í Hólminum gerðum við úttekt á einum árgangi. Fólki sem var þarna, sko, veturinn 2006 til 2007. 166 einstaklingar. Og við vorum bara að skoða, sko, er fólk að gera það sem við segjum því að gera? Og svo við hliðin á því þetta að bera árangur, það sem við erum að láta það gera. Og niðurstaðan var svo eftir 2 ár þá voru 85% ennþá að nota þetta prógram okkar og fræðsluna. Og við endurtókum þessa rannsókn á sama fólki 7 árum seinna, það var bara sömu niðurstöður, sko. En þetta er að skila sér. En er ekki langir biðlistar? Jú, það skils mér núna, sko. Þegar ég fór, sko, 2017, ég eiginlega, það líka ég sé rekin, sko. Já, þeir neituðu að semja við mig áfram, sko, að vera lengur, sem var það sem ég eiginlega vildi, sko. Endaði bara með því ég gekk út, sko, ég sagði bara, nei, ég er ekkert að tala við þetta fólk, sko. Og Rekin frá svona þinni eigin uppbyggingu? Já, eiginlega, sko, eiginlega. Og hvernig tilfinning var það? Hún var mjög dapurleg. En ekki þannig, sko, að það situr ekkert í mér. Og
Þetta bara svona sko þegar eru verið að búa til einhverja stjórnir sko sem í raun og veru hafa takmarka á vit á því sem það eiga eiginlega að vera að fást við sko. Og þetta sjáum við líka hjá stjórnmálamönnum að það fullt af stjórnmálamönnum þegar maður hlustar á þá allavega þá hefur maður tilfinningunni ekki hugmynd út á hvað heilbrigðiskerfi gengur. Því að það hljóma stundum eins og þetta að vera bara einhver versmiða sko. En þú sjálfur ertu verkjaður eða líður vel bara í Ég er með skurðlæknisháls. Ég af þeirri kynslóð skurðlækna sem vann alltaf í þessari stellingu. Það er eiginlega símastellingi sko. Og kannski hef ég nú erft eitthvað bæði frá ömmu minn og mömmu því þær voru báðar með svona háls og þægindi. En sko ég finn til í þessu hverjum degi sko. En og ferðu eftir þínu eigin prógrami? Já, ég geri það. Það prógrami sem Lúcia lét mig fá. Ég fór til hennar sko. Og og þetta er þannig sko að ég hef stjórnað þessu. Og það var svona markmiðið sem við sagðum það oft sko að þegar sjúklingurinn getur farið að ráða því hvenær hann finnur til og hvenær ekki þá er þetta orðið flott sko. Því sko 98% af þessum sjúklingum sem við vorum að fást við þarna þetta ár voru króníski verkjasjúklingar með sko lengri sögu en 5 ár og búin að fara í alls konar meðferð þar með talið sjúkraþjálfun og skurðagerðir og sprautur og svo framvegis sko. Og náðu miklum bata? Já, allavega þannig að þeir sá ástæðu til að nota prógramið áfram. Sumir notuðu það sko, tökum þetta með æfingaprógram, sumir voru að nota það einu sinni í viku, aðrir 2 og 3 svar, sumir á hverjum degi og svo var hópur sem að gera þetta bara þegar þeir fóru að finna til sko. Það var það seint. Við hefðum átt að birta þessa rannsókn en bara, já, ég hef ekki mikla trú á rannsóknum sem eru birtar. Sko, ef þú ferð inn á Háskólaspítala, setjum svo, þú læknir, þú búið með þetta grunnnám og svo ferð inn á Háskólaspítala. Þá segja þér við þig, kannski ekki fyrsta daginn, en mjög fljótt, þú voru að rannsaka eitthvað. Og mér með minnistæður hérna, hvað hét hann aftur? Hann var frá Skáni og hann var sko þvagfæraskurðlæknir og hann fór inn á Háskólaspítalann í Umeå og þeir sagði að ég ára að rannsaka eitthvað. Já, ég engan áhuga að rannsaka neitt sko. Því mér finnst flestar af þessum rannsóknum sem eru birtar í greinum. Þetta er einskis virði, þetta er bara drasl sem er rétt sko. Já. Og akkur er það drast? Af því þú kemur inn á deild og það er sagt við þig, sko, já, þú ætlar að verða sérfræðingur, þú verður að rannsaka eitthvað. Já, ég hef nú ekki túsum að rannsaka neitt. Já, hérna er listi, sko, þú rannsaka eitthvað af þessu og svo ferð þú að rannsaka eitthvað sem þú hefur kannski áhuga á, kannski ekki. Úr því verður grein og það er aðalatrið. Það verður úr því grein, hvort sko, ég og Yngvi Raab sem ég vann með í Örebró, við vorum brauðtryðendur í ákveðinni tegunda gallagerðum. Og við vorum að skoða, við vorum að gera úttekt á sko þegar menn þeir eru verið að gera aðgerðir vegna gallsteina. Já. Verða einhverjir steinar eftir niðri í djúpa gallgangin sem er sko hálfgerð katastrófa sko, því þá menn verða fyrir að segja gulir og það þarf að gera aðgerð á þeim aftur. Eða þurfti þá sko. Nú er þetta bara gert með sjá. Og og við ætlum að gera semst úttakt á hvað er algengt að verði eftir steinar. Og við förum á læknabókasafnið og þetta er það leyti sem allar rannsóknir voru settar inn í svokallaðan Index Medicus sem innihélt allar og þannig búið að tölvuvæða og við segjum við stelpu í bókasafninu, getur ekki fundið alla greinar þetta
sérstaka atriði. Jú, segir hann, ég íti bara takk í kvöld áður en ég fer heim og svo fáið þið greinarnar. Fengu 400 greinar. Notum 3. Hitt var drasl. Wow. Hitt var bara svona rannsóknir sem voru gerða til að gera rannsóknir. Af því að viðkomandi þurfti að gera rannsóknir. Og af hverju er háskólinn svona? Er það út af því að rannsókn, er það líka gróðavæðing eða er það bara einhver... Þetta er bara, háskólar eru bara svona núorðið, sko. Ef við kannski höfum ekki tíma til að fara alveg, freistandi samt að fá eina grein. Og fræg sagan af SSM, Sigurður S. Magnúsinni, sem var, hann var sko yfirlæknir kvensjúkdóma fæðingadeildar. Hann var bróðir Magnúsar Magnússonar sjónvarpsmanns, sem ég þekkti alltaf vel. Og þegar ég var í Skellefteå og þá sögðu þeir mér sko að Sigurður hefði verið í Umeå sem var 140 km sunnar og var svona aðalspítal, var háskólaspítalinn sko. Og hann hefði verið sko legendarískur og svo klár, sérstaklega sem fæðingalæknir. Og svo sögðu þeir mér það að þegar Gunnlaugur Snædal er að hætta hér sem yfirlæknir, að þá segir Sigurður, heyrðu, já, best að ég sækjum það, mér langar að flytja aftur heim til Íslands. Og þá segir það við hann, þú eru að vera með doktorsnafnbót. Annars er ekki tegin eitt mark á þér. Já, hver anskotin, Sigurður. Já, ég verð að finna eitthvað. Og það er til efni sem heitir alkalísku fosfatasi, það er ensím í lifrinni. Eða reynda kemur víða við í líkamannum. Og þetta er ensím sem fer á fulla ferð þegar eitthvað er að gerast í beinunum. Og einkum og sér í lagi sko þegar kona er ófrísk. Þá náttúrulega ríkur þetta upp úr öllu valdi því það er svo mikið að gerast í öllum beinum í krakkanum sko. Og það sem að menn mældu þetta aldrei. Þeir svo, já, hún er ólétt, það tekur ég ekki að vera að mæla þetta. Þetta vissi Sigurður svo hann sagði, heyrðu, það var aldrei verið rannsakað. Og hann lét mæla, held ég, alkalíska fosfatasa í 10.000 konum eða eitthvað svo liðis. Og niðurstaðan var svo að hefði ekkit upp á sig að vera að mæla þetta. Og hann var doktor. Sniðugt. Þetta er svona eitt dæmi. Hvað myndir ráðleggja ungum læknanemum núna, svona, bara kannski í svona afstöðunni? Hvers konar afstöðu þurfa þeir að hafa? Sko, regla númer 1. Í samskiptum við sjúklinga kemur ekkert í staði fyrir samtalið. Það minnst það vera bara númer 1. Maður verður að tileinka sér að sko geta talað við fólk og geta hlustað og sko og persónuleikar eru náttúrulega mjög misjafnir sko. Sumum er alveg sko, mér er mjög eiginlegt að bara kjafta við fólk sko. Og ég er sko þegar ég er að tala við sjúklinga eða þetta fólk sem ég er að fást við núna, ég er eiginlega ekki að taka viðtal, ég er að spjalla. Þetta eru samtöl, ekki viðtöl sko. Og það gefur mér og sjúkling mest og þannig verður líka trausti til sko. En ef þú gefur þið allar Traust verður ekki til í gegnum heilsuveru, það get ég sagt. Nei. Traust og tæknivæðing, það er við þurfum að passa sko þessa, ég held við þurfum að passa svo mikið upp á þessa hluti sko. Og þú sjálfur allar ert í tónlistin áfram og heldur tónleika og ert að stúdera áfram og starfa og... Ég held tónleika núna í núna í vetur og ég er svo óstyrkur þegar ég er að spila á tónleikum. Sko, ef ég er að spila jazz eða rock haggar mér ekki, en klassíkin og sko, svo leit ég taka þetta upp og heldur það vinur minn sumaliði sem var að mynda þetta, hann hafi ekki sest bara eiginlega við hliðin á mér og fór að mynda á mér hendurnar.
þá fór ég alveg í rusl sko. En ég hef rosalega gaman og ég hef svo gaman af að halda svona tónleika og fá krakkana með mér sem eru í tónlistarskólan. Við vorum að halda tónleika sko. Börnin og barnabörnin? Nei, bara krakkana í skólan. Já. Og þarna vorum við að safna sko í sjóð sem við stofnuðum þegar ég var 50, þá hélt ég tónleika og það hefur aldrei kostað neitt inn þegar ég held tónleika, en það er alltaf söfnun í hljóðfarasjóð tónlistarskólans. Já, það er góður tónlistarskóli í Stykkishólmi. Já, hann er mjög góður, bara alveg skínandi góður sko. Og gott að búa í Stykkishólmi. Ég er að læra á saxofón hjá henni Anastasíu. Nú. Alltaf að bæta við þig. Já, ég hef búin að það er eiginlega langt þegar ég byrjaði á því sko. Gallina sá að ég keypti sko kínverskar saxofón af vini mínum Hilmari Árnarssoni, blessu sér minning hans og góðu vinu minn. En ég keypti á honum saxofón sem hann var búin að eiga lengi og hann er kínverskur og hann er mjög lélegur. Þannig að nú ég fékk borgað tilbaka hjá skattinu, þannig að nú eiginlega svolítið fristandi að kaupa almennilega saxofón. Ef að segja þetta gott í helgispjalli sko, talandum að gera úttekt, að þá maður sko bara rétt að byrja að gera úttekt á þér. Það er eiginlega, það er mjög margir kaplar eftir. Ég held að hlustendur og áhorfendur átti sig alveg á því að að þín ævi verður ekki, og þín ástríða og ævi og fagþekking og reynsla verður ekki afgreitt svona í einu spjalli, jafnvel þótt þessi helgispjall. Þú verður bara að koma aftur á rauðaborðinu eða skrifa bók í nokkrum bindum. Ég held að það verði seint sko. Eða talin og band. Jósef Blöndal læknir og tónlistarmaður. Takk fyrir komuna. Og takk fyrir spjallið. Það er gott að tala við þig. Já, sömuleiðis. Okay. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu á þessum drottinsdegi, og við minnum á að það er áframhaldandi dagskrá hérna helgina, og svo höldum við áfram við rauðaborðið alveg á fullum krafti í næstu viku. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og segi bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.